Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál 27. febrúar, næst síðasta dag febrúarmánaðar. Frétta vika sneisa full að baki, stríð brotist út milli Afganistan og Pakistan svo nokkuð sé nefnt. Við ætlum að fara yfir helstu fréttir vikunar hér á eftir. Margar góðar fréttir auðvitað í Morgunblaðinu þennan daginn og vil ég minna ykkur sérstaklega á mjög áhugavert, læsilegt og ítarlegt fermingablað. Það er að styttast í það að börnin okkar sem að komast til manns gangi fram fyrir öldur í kirknarna og játist þar Kristi á hönd. Og þarna margt sem að þið getið lesið varðandi gjafir og undirbúninga ýmsu tagi. Viðtöl við fermingabörnin líka. Hér á eftir ætla ég að ræða við þau Rósu Björk Brynjólfsdóttur og Eyþór Arnalds pólitíkin og fréttir vikunar og hvet ykkur til að fylgjast með því. Eitt af því sem að ber á góma í því spjalli á nokkur svafa staðan í hagkerfinu. En í þessari viku drituðust yfir okkur slæm tíðindi, ekki síst úr mælingum Hagstofunnar. Greiningaraðilar höfðu vonast til þessa verðbólgan sem skaust upp í 5,2% í janúar myndi hjaðna dálítið, jafnvel fara undir 5%. Hún virðist hins vegar ætla að gera okkur skráfeyfur eitthvað áfram og helst í 5,2% núna í febrúar. Það eru svokölluð annarar umferðar áhrif sem að Seðlabankinn hafði varað við, ekki síst vegna þeirra aðgerða sem að ríkisstjórnin greip til varðandi vörugjöld og skattheimtu á almenningi í landinu. En það er ekki bara þessar tölur sem að valda okkur ugg. Stýrivextir Seðlabankans haldast auðvitað óbreyttir sinn og sennilega fram á sumar og haust í 7,25%, það er að segja meginvextirnir, en svo eru atvinnuleysistölurnar miklu meir en ískyggilegar. Hagstofan birti tölur í vikunum það að 7,3% vinnuaflsins sé án atvinnu núna, en í desember 2024 þegar ríkisstjórnin tók við, þá var þetta atvinnuleysi í 4,3%. Það virðist vera að aukast stórum og í samtölum mínu við atvinnurekendur, bæði út á landsbyggðinni en líka hér í Reykjavík, heyrir maður af uppsögnum víða en líka að starfsumsóknum fjölgi mjög gagnvart þeim fyrirtækjum sem að þó standa þétt og fast í fæturnar ennþá. Þessar tölur og margar fleiri gefa til kynna við stefnum inn í kreppuástand og það verður fróðlegt að sjá hvort að forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar hyggist bregðast við með einhverjum hætti. Það voru ekki notaleg skilaboðin frá forsætisráðherranum fyrr í mánuðinum þegar hún sá tölurnar atvinnuleysið að það væri nú ekki mikið í alþjóðlegum samanburði. Hún virtist ekki hafa áhyggjur af þessu. En þetta eru ekki bara tölur á blaði, á bakvið þessar tölur er fólk. Og þegar fólk missir atvinnu og finnur ekki kröftu sínu viðnám, þá fylgir því harmur og angist sem að vert er að taka til greina þegar stjórnmálamenn ræða þessi mál. Á sama tíma og atvinnulífið herpist, þá er ríkisvaldið að þenjast út og það virðist alltaf geta fundið sér ný verkefni. Ég fór í vikunni inn á heimasíðu Jafnréttisstofu sem er norður á Akureyri. Það eru 7 menn í fullu starfi að reyna að tryggja jafnrétti í landinu. Nú hefur þessi áhugaverða stofnun, sem að reyndar stendur ekki fyrir neinu viðburðum á komandi misserum að þið virðist, gefið út sérstakann gátlista til sveitarstjórna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna sem að fara fram 16. maí. Og ég verð að viðurkenna að ég hef ekki í langan tíma lent í öðrum eins furðu lestri og því ég fór yfir gátlistan ágæta. Þeir segja að hann byggja á 5 lykilþáttum, fjölbreyttari framboðslistum, jafnvægi í samsetningu sveitarstjórna, öflugu samráði, auknu öryggi og reglubundinni fræðslu. Það er sem sé þannig að Jafnréttisstofa sem er ríkisstofnun norður á Akureyri er að leggja það til eða leggja það að sveitarstjórnum og þá sennilega stjórnmálaflokkunum líka að tryggja fjölbreytni á sínum framboðslistum. Ríkisstofnanir af þessu tagi eiga ekki að skipta sér af stjórnmálalífi eða hvernig stjórnmálaflokkar haga stefnu sinni eða vali á fulltrúum inn á sína lista. Þá er ríkisvaldið farið að seilast í verkefni sem að því er alls ekki ætlað að sinna. Það er eiginlega jafn galið og að ríkið eigi að flytja fólki í fréttir og það búum við reyndar við hér á landi. Og fleira er á þessum gátlista sem að vekur mikla furðu. Það er til þess talað menningu og starfsaðstæður og það er spurt hvort að tekið sér mið af fjölbreyttum þörfum á fundum og í félagslífi sveitarstjórnar. Hvert er félagslíf sveitarstjórnar? Hvaða texti er þetta? Og hvert eru þessir embættismenn ríkisins að fara? Síðan er líka bent á það sé nauðsynlegt að bjóða upp á reglulega fræðslu fyrir kjörna fulltrúa fjölbreytileika og inngildandi stjórnarhætti. Þetta er einhver stefna sem að þessi stofnun hefur tekið upp hjá sér að kokka upp, en ég get ekki séð að lögin í landinu kalli á að stofnun af þessu tagi sinni. Þarna er augljóst verkfæri eða tækifæri til þess að draga úr umsvifum ríkisins. Sjúkratryggingar gátu í vikunni sagt upp ríflega 10 manns á sinni starfsstöð. Það er mikilvæg stofnun
Og hver niðurstaðan? Jú, það eru aðrar áherslur, breyttar áherslur innan stofnunarinnar, en ekki virðist vera sem að stofnunin muni eftir þetta ekki geta risið undir lögbundnu hlutverki sínu. Þetta eitt dæmi, eins og þetta hér, sem sýnir að það gríðarleg fita í ríkiskerfinu, þar sem var hægt að draga úr kostnaði og leið álögum á almenningi í landinu sem að þarf að standa undir öllum þeim fjármunum sem að fara í þessar stofnanir. Og rétt áður en við förum í fréttir vikunar, þá langar mig til að nefna það að Bogi Níls Bogason verður hér á eftir og hann ætlar að ræða við mig hið svokallaða ETS-einingakerfi sem að leggjast mjög þungt á Icelandair og starfsemi þess. Félagið greiddi 5 milljarða á síðasta ári í umhverfisskatt af ýmsu tagi og ETS-kerfið vegur það þyngst. Hvet ykkur til að fylgjast náið með því. Svo erum við með bókaklúbb Spursmála. Hann heldur áfram og í marsmánuði ætlum við að taka fyrir stórvirki eftir Sumarliða Ísleifsson, fjölfræðing. Hann gaf fyrir nokkrum árum út bókina Ísland og Grænland, viðhorfssaga í 1000 ár. Yfirskriftin í fjarska norðursins. Hann tengir þarna saman þessa viðhorfssögu og hvernig Ísland og Grænland hefur litið út í augum umheimsins frá miðöldum og til dagsins í dag. Algjörlega frábær lesning. Þetta bók sem kostar tæplega 10.000 krónur í bókabúðum en verður á vettvangi bókaklúbbs Spursmála í verslunum Pennans á 4.990 krónur í marsmánuði. Ég hvet ykkur til þess að tryggja ykkur þennan glæsilega prentgrip sem fyrst og taka þátt í þessu góða starfi sem bókaklúbburinn okkar er. Í lok þáttar ætlum við síðan að ræða örorkutryggingakerfið okkar, almannatryggingarnar og samspilið við lífeyrissjóðina á Íslandi. Fáum hingað góðan gest sem að gjörþekkir það kerfi frá A til Ö. Fylgist þið með. Góðan og geggjaðan daginn! Heyrðu, vó, þetta sko vikar þar sem að veturinn stimplaði sig loksins inn. Getum við aðeins talað það eða? Ég veit nefnilega marga sem voru bara búin að draga fram kvartbuxurnar, ermalausu sumarbólina, gallajakka og ég veit ekki hvað og hvað, bara tilbúnir í early summer sko. En nei, auðvitað var þeirri draumsýn kippt undan okkur, bara eins og hendi væri veifað. Já. Enda meikar snjór og slitta og hríð og allt þetta bara miklu meiri sens í febrúar. Kraftgalinn og föðurlandið, þetta bara eitthvað sem á að vera það sem börn ná til einhvers staðar inn í forstofu. Sjálfi kóngurinn okkar Pavel Bartósek fattaði það að sólin og blíðan sem Íslendingar þrá svo heitt ekki að finna bara með því að ganga inn í flugstöð Leifs Eiríkssonar sko. Það væri vel þegið samt, bara 33 stigi hiti og bóngó í fríhöfnin alltaf. Ekki það nú svo gott því að Pavel fekk sko snjókomu í Vínarborg og bara flugsamgöngur lömuðust og allt sko. Íslenska skítaveðrið bara eldan á röndum en hann auðvitað bara gerði gott úr því. Tók sjálfu með Dísu Stafrói eða Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttir, öll nöfnin eitthvað og já, bara naut þess að vera kóngurinn. Ísdrottningin Guðrún Hafsteins kannski ekki svo mikil ísdrottning eftir allt. Hún heimsótti Norðvesturkjördæmi í vikunni og kom víða við en gaf þó skít í Klaustur, Vík og Höfn vegna veðurs. Já, maður hefur kannski haldið að ísdrottningin sjálf ætti að standa undir nafni þarna. Hvað djöfisins prímadonnu skapur þetta? Inga Sæland tók kjördæmavikuna með trompu og það ekki annað að sjá en að hann hafi bara þótt alveg ótrúlega gaman að sækja Reykjanesbæ og Akranes heim. Eða kannski var það bara Eyjó Peyjó pabbi sem var svona skemmtilegur. Já, ég veit það ekki. Já, hún Inga, hún lét allavega þessa pínu ponsu snjókomu ekki aftra sér í neinu og bara dansaði sig í gegnum þetta. Woo! Elsku besta snill Inga! Austurlenski kompaktmálinn bara kortir í að verða eins og einhver samfélagsmiðla smáhrifavaldur. Hann orðinn svo ógeðslega öflugur í að vera svona content creator. Í kjördæmaviku fór hann öll fjöll og fyrnindi, sama hvernig viðraði. Hann líka vanur þessu sko, alvöru landsbyggðarmaður og bara á sérstaklega vel neldum dekkjum og svona, sem bara svoleiðis spæna upp allar göturnar bara ekkert eðlilega hot. Halla Hrund naut þess mjög að fá smá hvít á göturnar og skellti sér á kvöldskíði í vikunni. Jesús, shit, hvað mér brá. Ég hélt þetta væri auglýsing fyrir hryllingsmyndina þarna Scary Movie 7. Nei, þetta bara Halla Hrund að selfkera sig með dóttir skinn andlitsmaskanu sem allir að tala um. En Jesús minn, hvað mér brá. Simmi Dabbi fór í skveringu í vikunni og þurfti að fara alla leið til Akureyrar til að fá tíma í að láta ríða á sér lubbann. Hárgreiðslufólk á höfuðborgarsvæðinu bara uppteknara en páin sko. Sjá Simma samt, hann svo mikið krút.
Sjávar algjör krútt með nýju hárgreiðsluna og vonandi bara fekk hann sleikju þegar hann var búinn, svo duglegur. Snúli Másson masteraði nýja íslenska samfélagsmiðlinn Slapp í vikunni og sko bara strax farin upp á gogg. Ef maður gerir allavega ráð fyrir því, samt bara alltaf léttir á því sko, já. Bryndís Haralds birti myndafærslu á Norðurlandaráðsfjöri þar sem að fulltrúar Íslands skinu ansi skært, eða í það minnsta hún, strax komin í páskastuðið í þessari gulu drakt, svo flott alltaf. En já, svo var það bara öl og pöls sem gummara. Skål, mínu venner! Það var brjálað að gera hjá Kristrúnu Frosta í vikunni. Hún var aðeins í vetrarfríi með börnum og eiginmanni og náði þá vonandi aðeins að kjarna sig áður en hún lagði land undir fót og ferðaðist til Úkraínu með viðkomu í Pólland auðvitað, því að það er ekkert áætlunarflug beint til Zelenskís því miður, en hún heiðraði hann samt með nærveru sinni eftir bara, skrilljón klukkustundar lestaferð og ég veit ekki hvað og hvað, til að minnast þess að 4 ár eru nú liðin frá innrás Rússa. Ætlar þessi blessaði Pútín-gaur ekkert að fara að gefast upp eða? Ingibjörg Ísaksen var líka öflug í sínu kjördæmi í vikunni og sagði frá því á Instagram að hún hafi meðal annars æft golfsveifluna af mikilli alúð en að því miður hafi ekki nást myndir að því, sem alltaf bara mjög skrítið því að við höfum þessa mynd undir höndum. Ingvar Þórodds tók þetta alla leið og bauð í pottapartí í vikunni, sko með því að senda út boðskort á viðburð á Facebook og allt, sko. Og maður er bara, og æ. Manni verður nefnilega smá hugsa til Ara Edvald og kó. Jæja, svo er það náttúrulega bara greinilega í tísku að klæða sig í stíl við flokkslitina. Þarna eru Pétur appelsína og Obba mandarína sælleg og sæt. Það væri náttúrulega bara hægt að gera svona ávaxtakörfu úr öllum þessum stjórnmálamönnum. Við skulum fara inn í helgina með því að hlusta á hláturskast Diljár Mistar sem var sökuð að hafa verið ljótt nöllabarn af Tenetóta, þarna hlaðvarpstjórnanda einnar pælingar á dögunum, ha? Já, ég veit það ekki, en sko, ég held að sé gott að fara inn í helgina í þessu hláturskasti. Ha, gjörið svo vel og góða helgi! Flest börn er ekki jafn ljót og þú varst. Það er svo vond útvarp þegar við höfum fyrir hláturskast. Flest börn ekki ljót. Nýr og alrafmagnaður Kia EV5. Engar hindranir. Komdu og reynsluaktu. Askja. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Nýr Galaxy S26 Ultra. Forsölunni lýkur 15. mars. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Komið sæl að nýju. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir þessa frábæru yfirferð að vanda. Hingað eru hins vegar konum mjög góði gestir til þess að fara yfir fréttir vikuna með okkur að þessu sinni. Það eru mörg stór tíðindi, auðvitað úr pólitíkinni og af alþjóðasviðinu. Og það eru þau Rósa Björk Brynjólfsdóttir fyrrum alþingismaður og núna formannsframbjóðandi hjá VG og Eyþór Arnars sem er fyrrum borgarfulltrúi og athafnamaður með meiru. Það tæki allan daginn að lýsa því í hvaða verkefnum hann er að vassast ef ég ætla að reyna það. Við sleppum því. Komið sælblessuð. Er þetta ekki raunsönn lýsing á okkur? Jú, og við erum Íslendingar, þannig að við erum með marga hatta. Já, þið eigið það sameiginlegt, ég veit ekki annað. Heyriði, mér langar til að byrja kannski á stærsta málinu af þeim öllum. Það varðar Úkraínustríðið. Það var núna í vikunni sem að þess var minnst eða í raun verið að rifja upp að þetta hefur staðið núna sleitulaust yfir með öllum þessum mannfelli í 4 ár. Eru einhverja líkur á að þetta verði stöðvað? Ég held að verða að stöðva þetta. Þetta er náttúrulega 4 ár, eru gríðarlega langur tími í stríði. Þetta er eins og fyrir heimsstyrjöldin. Hún var 4 ár. Og mannfallið er hræðilegt og manni finnst vanta lausnir. Evrópa vill sigur, en þetta er bara þrátefli og við þurfum að ná einhverjum samningum hann á milli. Og ég held að þetta sé sammála það. Það vantar stærri skref í það átt.
Það er alltaf verið einhvern veginn að ýja því að Rússarnir séu komnir að fótum fram þrátt fyrir allt og að þetta fari einhvern veginn bara molna innan frá en þessi stríðsvél virðist bara geta haldið endalaust áfram. Já, það er með ólíkindum í raun og veru hversu lengi þetta stríð hefur verið í gangi og eins og Eyþór segir, þetta er náttúrulega mestum fólksflutningar frá seinni heimsstyrjöld, það er að segja 10 milljónum manna sem hafa verið að flýja heimili sitt, 1 milljón manna sem hefur látið lífið. Mannfall Rússa er náttúrulega gríðarlegt, þeir hafa þurft að reiða sig á málaliða frá öðrum löndum, þeir hafa borgað 2000 eurur á mánuði til ungra manna frá Indlandi og Pakistan og Norður-Kóreu og sem fá nánast enga þjálfun. Síðan náttúrulega er orku og allir innviðir í Úkraínu að fótum komnir, þannig að þetta er náttúrulega óboðlegt ástand fyrir utan allan þrýsting sem þetta setur auðvitað á utanríkismálin, sko. Þannig að þú veist, auðvitað óskar maður bara eftir frið og mér finnst í raun og veru ótrúlegt að við séum hér að horfa upp á það að þetta stríð hafi verið í gangi í heil 4 ár. Það er náttúrulega bara dapurlegra en orð þá lýst, sko. Já, það má segja að sko Evrópa hafi treyst Bandaríkjamönnum fyrir vörnum og öryggi sínu en á sama tíma treyst Rússlandi fyrir orkunni og gasi og olíu og öllu því. Lagði síðan niður sín raforkumannvirki, var ekki með heri sjálft og síðan þegar Bandaríkjamenn eru að horfa á Kína frekar en Evrópu, að þá í raun og veru eins og spilaborg sem hrynur. Og Evrópa í raun og veru hélt einhvern veginn að þetta myndi leysast að sjálfu sér. En Evrópa hefur aldrei komið með útspil til þess að reyna að tryggja frið. Bandaríkjamenn hafa gert það og Evrópa hefur kvartað yfir þeim útspilum. En ég sé ekki annað en að Evrópa verði að koma að því að ná sátt við Rússa með einhverjum hætti. En gerist það á meðan þeir halda áfram að kaupa orku að þeim? Nei, þetta er nefnilega svo skrítið að við erum til dæmis að reyna að vera kaþólskir en páfinn og selja Rússum ekki fisk og loka fyrirtæki hér á Íslandi og svoleiðis. En Evrópa heldur áfram að kaupa orku frá Rússum og fjármagna stríðsvélina og við erum að tala verulega fjárhæðir. Þannig að það vantar bæði pressu og sín á frið. Já, það er reyndar náttúrulega orðið breytingar í því að Evrópa hefur náttúrulega verið að reyna að losa þessi bönd, sko, varðandi orkuöflun og gas og svo framvegis og orkuverð þar að leiðandi í Evrópu hefur hækkað mjög mikið vegna þessa og við hafandi nú búið í Frakklandi undanfarið þá fann maður það bara, fólk fann þá einn skinni. Orkureikningurinn hækkað mjög mikið og þá eru gerð mjög mikið svona átaki í því að lækka orkunotkun og minnka hana í Frakklandi og Þýskalandi og víðar, sko. En þetta vonandi verður komið á frið þarna sem fyrst og réttlátum friði. Því það er heldur ekki hægt að koma á friði sem er bara á kostnað eins og fyrir annan aðila. Já, það verður stórt verkefni. Kličko, borgarstjóri í Úkraínu, tjáði sig í tengslu við þessi tímamót og sagði Úkraína var veik, við sváum að verðinum, við ætlum aldrei að verða það aftur. Nei. Þannig að jafnvel þó að komist á friður að þá má gera ráð fyrir því að hernaðar uppbygging í álfunni verði gríðarlega á komandi árum áratugum til þess að varna því að nokkuð viðlíka geti henta nýju. Já, ef að Rússland heldur áfram á sömu braut líka, hvort að það vegi, þú veist, ef að sú svona útþenslu aggressífa hernaðarstefna Rússlands heldur áfram, Pútín náttúrulega, hann mun ekki ríkja að eilífu, en við verðum líka að sjá hvernig Rússland síðan mun þróast síðan eftir hans tíma. Já. Og það eru jafnvel aðilar í Rússlandi sem eru enn harðar en Pútín eins og við sáum nú tímabilið þannig að Medvedev og fleiri sem áður voru nú taldir hófsamir menn. Já, þannig að sko það er þannig þegar að menn eru búin að vera í stríði í 4 ár eða þegar efnahagskerfið er orðið að stríðsvél að þá er erfitt að bakka þannig að það þarf dálítið átak líka fyrir Rússa að hætta. Já, vinda ofan að þessu. Vinda ofan að þessu. Bæði hermennir sem eru særðir eða búin að vera gera ekkert annað en að berjast, þurfa að koma heim, verksmiðjur sem núna eru byggðar alfarið á því að framleiða vopn, sko, það þarf að breyta mjög miklu og raun og veru þá þarf mjög margt að breytast í samskiptum Evrópu og Rússlands til þess að sé þetta ná einmitt friði. Og þá þurfa báðir að koma að borðinu. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún var okkar fulltrúi þarna, hún var glæsileg og góður fulltrúi okkar við þessar svona sorglegu og magnþrungna aðstæður. Já, og við þurfum að náttúrulega
standa við bakið á Úkraínumönnum eins og við höfum gert, við höfum tekið á móti þeim og svo framvegis. En þetta ástand þessu ástandi þarf að linna. Já, ég sammála því. Ísland hefur staðið þétt við Úkraínu og sýnt það í verki líka að við styðjum við úkraínsku þjóðina og stríðstímum og mér finnst það vel og það sýnir líka að við erum bara hluti af þessum alþjóðlega stuðningi. En eins og Eyþór segir og við erum að tala hér, þessu verður að linna og það verður að finna lausn og það verður náttúrulega líka eins og í öllum stríðsátökum þá þarf líka friður að komast á sem er réttlátur en líka þannig að allir geti staðið frá borðinu. Keikir. Já. Kristrún, hún fór til Úkraínu en hún átti líka mjög áhugaverðan fund með Donald Tusk sem er leiðtogi Pólverja í dag en maður sem tengist inn í Evrópumálin. Þar báru Evrópumálin á góma. Mér langar til að ræða við ykkur þau, það að segja Ísland í samhengi við Evrópusambandið og þá vegferð sem ríkisstjórnin í. Áður en að því kemur langar við til þess að spila hér stutt myndskeið, viðtal Karls Blöndal aðstoðarritstjóra Morgunblaðsins við Kristrúnu sem hann tók þarna úti, hann fylgdi henni þarna eftir. Það sem að mér finnst kannski merkilegt að Donald Tusk sem auðvitað forsætisráðherra Póllands, hann hefur mikla sögu hjá Evrópusambandinu, var hátt settur þar til margra ára, sé svona opinskátt að tala fyrir mikilvægi þess að óháð Íslandi þá þurfi Evrópusambandi almennt að virða sérstöðu þeirra þjóða sem þar inni. Þessar þjóðir séu áfram þjóðir inni í Evrópusambandinu og til að mynda í tilviki Íslands þá þurfa að bera virðingu fyrir Íslendingum, hefðum, venjum og líka þá að það eru ákveðin sérkenni sem skiptir máli að taka með af. Þetta finnst mér sterk skilaboð og til marks að Evrópusambandi aðeins farin að lesa kannski heiminn með öðrum hætti en áður. Gast eitthvað lesið þá í það hvað hann sagði það svigrúm sem að kynna verið til staðar, hversu mikið það sé, því að margir segja að svigrúmið sé mjög lítið þegar til dæmis kemur að fiskveiðum og sjávarútvegi. Auðvitað stendur hann ekki í samningum fyrir hönd Evrópusambandsins, né geri ég það fyrir hönd Íslands í dag því ég ennþá að bíða eftir og við munum fá svarum það hvort við fáum umboð til þess að skoða hvað í slíkum samningum myndi fást. En ég held að þetta sé skýr skilaboð að það eru leiðtogar, stórir leiðtogar innan Evrópusambandsins sem eru áhrifamiklir sem skilja sérstöðu Íslands og það auðvitað fréttnæmt. Bæði þetta aðili sem skilur hvernig Evrópusambandi virkar en þetta líka stór svona spilari innan Evrópusambandsins og átta sig á því að það bara fleiri þættir sem þurfa að horfa til og þetta auðvitað bara merkilegt að mínu mati. Hvað finnstu viðbrögð við þessu? Mér finnst Ísland eiga ekki erindin í ESB, við erum með góðan samning, EES-samningin og mér finnst ESB hafa ekki tekið tillit til íslenskra sérhagsmuna þvert á móti. Erum við að lenda í sérstökum skatti varðandi samgöngur til landsins sem mjög mikið áhyggjuefni. Það metið á 25 milljarða á ári sem að Evrópusambandið ætlar að leggja á okkur umfram aðra fyrir það að flytja vörur og fólk yfir sjó og loft. Þetta gjald ekki til marks það að það sé verið að taka tillit til sérstöðu Íslands. En myndi það breytast ef við værum við borðið eins og talaður Kannski verður þetta nota sem gulrót og svipa á okkur, en það finnst mér ekki vera gert í bróðerni. Þetta er ekki í samræmi við þessi orð, þannig að við erum að horfa á það sem fólk gerir, ekki það sem það segir og við sjáum það að þeir sem stjórna Íslandi í dag, þeir samþykktu þessi gjöld á Ísland sem að munu hafa gríðarlega neikvæð áhrif á margt hér á Íslandi og atvinnuleysis-tölur og annað sýna það að við megum ekki við þessu. Ég ætla að fjalla þessar ETS-tölur við Boga Nils Bogason, forstjóri Icelandair hér á eftir. Rósa, þín fyrstu viðbrögð eftir viðbragð forsætisráðherrans við fundinum með Donald Tusk? Já, þetta áhugaverðar línur sem hún að koma þarna með sem náttúrulega forsætisráðherra ríkisstjórnar sem að stefnir á það að fara með þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðin í þingið það að spyrja þjóðina hvort að eigi að fara í aðildarviðræður við ESB. Hún talar þarna í þessu viðtali, hún segir náttúrulega réttilega að hún sé ekki að sjá samningaviðræður fyrir hönd Íslands. Hún segir líka að Donald Tusk sé ekki heldur samningamaður ESB en hún að tala um einhvers konar sérkenni og einhvers konar svona, ég átta mig ekki alveg á hvað hún á við, það raun og veru þegar Karl Blöndal gengur á hana, þannig að tala sjávarútvegsmálin.
Þannig að hún svona kannski kemur út kannski þessu samtali ekki sem svona heitur ESB sinni sem vil keyra aðildarviðræðurnar áfram. En auðvitað það líka skiljanlegt. Ég meina þingsályktun þjóðaratkvæðagreiðslu ekki ennþá komið inn í þingið þó svo hún hafi verið boðuð. Við höfum eftir að sjá hana koma fram og hvenær sú þjóðaratkvæðagreiðsla mun eiga sér stað. Þannig að það raun og veru næsta skref. Við þurfum að sjá hvort og með hvaða hætti þetta verður borið undir þjóðina og hver svo niðurstaða úr þeirri þjóðaratkvæðagreiðsla verður. En forsætisráðherra Póllands, hann auðvitað líka talinn í aðstæður heima fyrir Pólverjar hafa verið að kalla eftir sérlausnum fyrir sig, þeir vilja ekki beygja sig undir útlendingastefnu Evrópusambandsins og annað og það er mikið titringur innan þeirra eigin ríkis hvað þau mál varðar. Á sama tíma og nefndur að Donald Tusk sé þessi mikli áhrifamaðurinn í Evrópu að þá eru aðrir leiðtogar Evrópu að tala í allt aðra átt. Mario Draghi sem hefur verið mjög áhrifamikill bæði auðvitað á Ítalíu og inn í Evrópusambandinu, Evrópska seðlabankanum og annars staðar. Hann verið hélt ræðu þar sem hann sagði við verðum að gera þetta sambandsríki, við verðum að gera þetta einu samstæðu landi. Og það þýðir tvennt að þegar að Draghi kemur þetta þá er hann raun og verið að segja að það þarf að vera sameiginleg varnarstefna og sameiginlegur her og það þarf að vera sameiginleg fjármál að einhver leyti, það er að segja svona federal fjármál, svipað og Bandaríkin gerðu með Hamilton en þegar að Bandaríkin urðu federal state og það skref hefur ekki verið stigið og verður ekki stigið með öll þessi ríki innanborðs eins og staðan er. Það er eiginlega það sem er staðan. Þannig að það getur verið að Evrópa fari á 2 stig, það er að segja að það veri svona innri samruni ákveðna ríkja, mögulega sem Þýskaland og Frakkland leiða. Á ákveðnum sviðum. Á ákveðnum sviðum, já, og mögulega á hersviðinu, eða varnarsviðinu og Frakkar allavega vilja sameiginlega skuldir, en Þjóðverjar nú ekki spennt fyrir því. Þessi þingsályktunartillaga sem við býðum með það eftir, hún er auðvitað hluti af stjórnarsáttmálum. Það er bara talað um að í síðasta lagi 2027 verður kosið það hvort að við halda aðildarviðræðunum áfram. Það er eins og að fréttaflutningur eða það hvernig menn tala innanlands og erlendis rými ekki alveg. Nei, það er að berast heimildar utan það að það eigi að stefna þessu í haust. Það er eins og að það hefur verið gefið einhver svona, ekki fyrirheit en einhver ádráttur með það. Gæti það gerst núna þegar við erum að renna inn í sveitarstjórnarkosningar, það styttist í þinginu, styttist í sumarleyfi á þinginu, að við verðum bara allt í einu í þeim aðstæðum að þjóðaratkvæðagreiðsla sé, ágúst, september. Við vitum náttúrulega ekki neitt. Ég meina þetta hefur formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra að boða það að koma með þessa þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu inn á vorþingið. Eins og segi, hún er ekki ennþá komið fram og hver tímaraminn er líka óljós. Þannig að við raun og veru vitum ekki alveg. Hvað heldur? Ég spái því að þau munu koma með þetta inn í þingið á vorþinginu. Ég held hins vegar að þetta verði snúið. Það verður snúið að koma með þetta inn í þingið. Það eru núna 2 stjórnarandstöðuflokkar sem eru með afdráttarlausa afstöðu gegn aðildarviðræðum. Síðan urðu formannaskipti í Framsóknarflokknum núna daginn þar sem að nýr formaður talar mun afdráttarlausar heldur en fyrir formaður gegn ESB. Þannig að Flokkur fólksins er á móti eingöngu. Já, náttúrulega er samt sem aðili að stjórnarsáttmálanum. Þannig að ég held að við gætum farið að sjá mjög hatramar deilur inn í þinginu sem að svona stórt mál kannski verðskuldar ekki, held ég. Ég held að þurfi allavega að vera búið að svona lægja ákveðnar öldur eða taka ákveðið samtal áður en að það er keyrt inn í þingi, það er mín skoðun. Þær eru ekki líklega til þess miðað við, eða sporin hræða í því efni miðað hvernig þetta við spilast frá því í desember 2024 þegar það taka við? Já, það getur nefnilega verið að kannski reynslan af málþófi og svo framvegis inn í þinginu hér fyrir árið síðan, það spil inn í nákvæmlega hvernig þær vilji spila þetta inn núna inn í þingið. Ég myndi telja það sem fyrirverandi þingmaður að það yrði að vera svona, koma með þetta inn í kannski meira samtali heldur en önnur stór mál. En það er líka mikilvægt þegar að þessi atkvæðagreiðsla verður reddað, hvort sem er í þinginu eða út í þjóðfélaginu, að þetta er ekki venjulega viðræður. Þetta eru aðlögunarviðræður. Það er að segja, þetta er ferill þar sem að ríkin í raun og veru gangast að ákveðnum skilyrðum
Evrópusambandsins. Þannig að það það sem að menn komast náttúrulega að þegar fóru í þennan leiðangur Jóhönnu ríkisstjórninni. Það ekki skýr lína á milli samninganefndina þegar það farið í aðildarviðræðurnar þá fer ríki sem að sækist eftir inngöngu það fer að breyta sínu stjórnkerfi og aðlaga það. Og uppfylla skilyrði. Síðan menn að tala um einhverju undanþágur, þær eru aldrei varanlegar og það svo margt sem að passar okkur ekki innan ESB. Við erum í þessum flotta hópi þeirra þjóða sem í Evrópu og standa utan ESB, eins og Noregur og fleiri góð lönd sem Sviss, sem að hefur vegnað mjög vel og ég held að sé ekki tilviljun. Hvað segir þú, Rósa? Hafði verið í hjarta Evrópusambandsins? Meinarðu búsett í hjarta? Já, er það ekki? Ekki að segja að Frakkland sé það? Frakkland hjarta Evrópu, það myndi ég nú alltaf segja, hafa lært og unnið og starfað þar. Ég held bara, eins og ég segi, við eigum bara eftir að sjá þingsályktunartillaga, við eigum eftir að taka afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þjóðin þarf að taka afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunnar til að sjá hvað kemur út úr þessum aðildarviðræðum. Það eru 11 ár síðan að Gunnar Bragi skilaði inn hinu fræga bréfi sem var þess valdandi að fjölmennustu mótmæli á Íslandi voru haldin. Það sem að fólk mótmæltir hreinlega því að þetta var í raun og bara gert síðan án alls samráðs. Þannig að samráð og lýðræðisleg þátttaka held ég sé lykilinn í þessu öllu saman. Að þjóðin sé upplýst það, kannski líka bara þegar að því kemur, svona í skrefum. Það var ekki að samráð við þjóðina þegar að aðildarviðræðurnar hófust 2009. Nei, einmitt. Þáverandi formaður þíns flokks sagði að kvöldi fyrir kjördag að Vinstri grænir myndi ekki styðja aðildarviðræður Evrópusambandinu, en strax á kosninganóttina sveik hann loforð. Ég held alltaf að það sé betra að fá umboð frá þjóðinni til þess að fara inn í aðildarviðræður. Og það eitthvað sem þarf að gerast og það það sem að núverandi ríkisstjórn hefur boðað og það verið talað í síðasta lagi 2027. 2027 finnst mér persónulega að vera orðið ansi seint, þá orðin ári fyrir næstu þingkosningar og þá fer alltaf hverfast þetta mál inn í næstu þingkosningar, inn í kosningaveturinn, inn í aðdraganda skiljiði. Þá orðið, þetta orðið að þá allt líkjandi. Það verið betra að fá þetta hreint á þessu ári? Ég myndi halda að fyrir þær væri það betra, en nú ég ekki þar, en ég velta svona því að við erum hér að velta vöngum. Ég held að séu bara svo miklu mikilvægari mál sem við ættum að vera samanast eins og til dæmis atvinnumálin. Við skulum varpa upp mynd það einmitt hérna. Ég ætla að sýna ykkur mynd, og þetta eru tölur sem þið þekkið, við höfum verið að fjalla þetta. Þegar ríkisstjórnin tekur við 2024 þá atvinnuleysið 4,3% samkvæmt tölum Hagstofunnar. Það dálítið mismunandi tölur frá Vinnumálastofnun annars vegar og Hagstofun, en hérna eru Hagstofutölunar. Nú atvinnuleysið komið samkvæmt nýjustu mælingu sem birtist fyrir vikunni 7,3%. Hefur aukist 3% stig. Forsætisráðherra hefur þetta sagt þegar þessar tölur verið að berast að þetta sé ekki hátt í alþjóðlegum samanburði og hún virðist ekki hafa miklar áhyggjur af þessu, en þetta eru ískyggilega tölur, sérstaklega þegar við horfum aftur í tíman og hvenær það sem að atvinnuleysi eykst stórum. Það annars vegar eftir bankahrunið þegar allt hrundi hér yfir okkur og hins vegar COVID þegar það þurfti að loka meira fyrirtækjum í landinu. Já, akkurat. Og þessi toppar eru algjörlega óvenjulegt ástand, bankahrunið og COVID. Þannig að þetta eru hæstu atvinnuleysistölur sem við sjáum á öldinni í eðlilegu árferði. Og það ekkert að segja að það sé eitthvað áfall í gangi núna. Þetta bara nokkuð normal ástand og það að vera með 7,3% atvinnuleysi samkvæmt Hagstofunni í eðlilegu ástandi, að það náttúrulega algjör falleinkunn fyrir atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar sem ætlaði að vera með hagvöxt í forgrunni. Og síðan hitt að á sama tíma við sjáum þessar hrikalegu tölur vera að vaxa, þá erum við með verðbólgu í 5,2% og ef við leggjum saman þessar tvær tölur eins og stundum gert, þá fáum við það sem við kalla Misery Index, eymdarvísitölu, og þá erum við komin upp í 12% þar.
ef við leggjum saman verðbólguna og þetta er svo erfitt að vera með atvinnuleysi og verðbólgu á sama tíma. Það er menn viðurkenna að þú getur þurft að keyra upp atvinnuleysi í ákveðin tíma til að keyra niður verðbólguna, en við virðumst vera í ástandi þar sem að hvort tveggja er á leiðinu. Við erum að keyra upp atvinnuleysi og keyra upp verðbólguna á sama tíma og það er áfellisdómur. Já, þetta er mikið áhyggjuefni eins og hafi komið fram. Nú eru náttúrulega þetta tölur frá Hagstofunni og tölur frá Vinnumálastofnun eru 4,9%. Já, en þær eru líka hækkandi. Þær eru líka hækkandi. Og umfram spár. Já, og umfram spár. Rétt eins og verðbólgan. Já, akkurat. Þannig að það er, þú veist, einhver tíma þurfum við að fara að sjá einhverja sko boðaðar aðgerðir eða þessa frægusleggju sem oft hefur verið talað sko. Já, ég held að sleggjan sé búin að höggva, en hún hefur höggvuð í vitlausa átt. Hún hefur verið að gera atvinnuástandi verra og hluti af því eru þessar horfur sem við sjáum í stórum atvinnugreinum, bæði iðnaði og ferðaþjónustu. Það er náttúrulega kólnun í hagkerfinu og það eru til dæmis í ferðaþjónustunni og í byggingariðnaðinum sem eru náttúrulega þessar atvinnugreinar sem eru alltaf fyrstar til þess að sýna samdrátt eða þá vöxt. Að þar höfum við verið að sjá samdrátt og þar höfum við verið að sjá samdrátt bæði í fjölda ferðamanna, gistinátta og svo líka eins og inn í byggingariðnaðinum þá er náttúrulega að sjá þar aukið atvinnuleysi líka þar inn. En á sama tíma þenst ríkisvaldið út og hallarekstur ríkissjóðs eykst þar að leiðandi. Það er verið að, ég fjallaði hér í síðustu viku, það er verið að auglýsa til lögfræðingi á fjölmiðlanefnd og hann á að finna sér eitthvað að gera. Það stendur beinlínis í atvinnuauglýsingu. Já, og þegar að ríki fer í til dæmis skattahækkanir og hækka gjöld eins og hefur verið gert, bæði hjá ríki og borg og víðar, að þá dregur bæði úr hagvexti og svo eykst verðbólgan líka vegna þess að eins og til dæmis að bílarnir voru að hækka og kílómetragjaldið sem er ný tilraun. Þetta er allt saman verðbólguvaldandi og heldur aftur af hagvexti. Þannig að það er í raun og veru alveg hægt að finna þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur farið í sem hreinlega eykur verðbólgu og dregur hagvexti. Ragnar Már Gunnarsson, vinnur Spursmála, var að senda mér niðurbrot og tölum. Ef við skoðum verðbólguna 12 mánuði aftur í tíma þá virðist vera eins og að ríkisvaldið beri ábyrgð á 1,3% stigi að þessum 5,2%. En ef þeir hefðu haldið aftur á sér þá væri ástandið mun miklu skárra. Glöggum að Ragnar. Já. Ég held bara þú veist, auðvitað hljóta ríkisstjórnarflokkarnir að hafa þessu miklar áhyggjur og við hljótum að fara að sjá boðaðar einhverjar aðgerðir til þess að mæta þessari þenslu hvað varðar verðbólguna og svo líka atvinnuleysistölunar. En hvað geta þið gert? Einhvað þessari atvinnuleysistölum er náttúrulega líka árstíðabundið, þannig að við erum náttúrulega á þeim mánuðum sem var kannski... Var þetta ekki árstíðaleiðrétt? Já, þetta var árstíðaleiðrétt, afsakið. Það er náttúrulega kannski ennþá meira áhyggjuefni ef þetta er árstíðaleiðréttar tölur. Ég hef líka verið að tala við atvinnurekendur þegar þeir segja að það hrúist inn atvinnuumsóknir. Það eru öflug fyrirtæki sem eru jafnvel að fá hundruður umsókna í viku hverri. Og það segir manni að það er, ef einhver er að fá slíkar umsóknir, þá er að loka styr mjög víða, mjög hratt. Við erum að sjá líka, þú veist, við held ég að inn í þessum tölum sé ennþá afleiðingar að falli play. Við erum náttúrulega búin að sjá líka Grundartanga, við erum búin að sjá PSI og Bakka, skiljið, svona stórir kannski atvinnu staðir. Og það má segja sko að sko auðvitað erum við líka að verða fyrir einhverju áfalli af Evrópu, þar að segja að evrópskur iðnaður verða að halda aftur að sér varðandi ferðalög. Við erum að sjá mjög mikinn samdrátt í fjölda Bandaríkjamanna sem eru að ferðast. Bandaríkjamenn hafa verið náttúrulega einn af þeim fjölmennustu hópum sem hafa heimsótt Ísland núna undanfarin ár. Og eyða eins og vindur. Og eyða náttúrulega mjög miklu, eru mjög verðmætir ferðamenn. Sá hópur er að draga saman seglin þegar kemur að ferðalögum til annarra landa. Þannig að ástandið í Bandaríkjunum er líka að koma við okkur hér á Íslandi. Ég sé engar aðgerðir boðaðar til þess að laga þetta og það sem maður myndi vilja sjá er að það væri einhverju jákvæði hvatar fyrir atvinnulífi til að fara af stað. Því að óbreyttu þá dregst til dæmis byggingariðnaðurinn saman og síðan verður íbúð skortur seinna, þannig að þetta verður slæm atburðarás ef ekki gripið inn. Það virðist ekki vera áhuga á samtali. Atvinnuvegar á þegar hann mætir á fundi og stekkur út leið hún hefur haldið erindi. Forsætisráðherra neitar að mæta á viðskiptaþing, forsætisráðherra neitar að mæta á þing samtaka iðnaðarins. Það virðist ekki vera mikill áhuga á að eiga þetta samtal. Já, og mér finnst ríkisstjórnin ekki viðurkenna vandann og sko, þegar þú ert ekki búin að viðurkenna vandann þá ertu ekki heldur tilbúin með lausnina. Þannig að við erum komin of stutt. Já, akkurat, ég held að
burt séð frá því hvort að fólk sé að mæta á alla fundi sko, sem það eru boðaðar á. Það er alltaf gott að vera í meira samtali heldur en minna. Já. Þannig að ég held að það sé bara svona ákveðin lykill, en síðan náttúrulega er verið að boða atvinnustefnu á hálfu ríkisstjórnarinnar og við bara bíðum spennt eftir því hvað það innifelur. Svo má líka alveg spyrja sig sko, eins og í ferðaþjónustunni, hvort það hafi ekki verið ákveðin ofvöxtur inn í ferðaþjónustunni, of mikill þrýstingur á ferðaþjónustunni og inn í ferðaþjónustunni. Ég persónulega sem bara svona fyrirverandi leiðsögumaður og landvörður, ég hef alveg séð ákveðin svona hættumerki í þeim ofboðslega þrýstingi þegar við erum að fá til okkar 2,5 milljóna ferðamönnum til landsins á hverju einasta ári með öllum þeim þrýstingi á alla innviði, þá er það er ekki alltaf gott að setja öll eggin í sömu körfuna sko. Þannig að maður spyr sig líka hvort það hafi verið raun og of mikill þrýstingur, of mikið lagt sko á þessa einu atvinnugrein sem hefur náttúrulega valdið þá ágangi á náttúruna og umhverfið og samgöngur og jafnvel heilbrigðiskerfið sem hefur komið út og sagt við bara erum með vingu krossa ef að hér verður útúrslys sko, þá fer allt á annan endan. Þannig að þetta eru líka hlutir sem við þurfum að velta fyrir okkur. En hefur þessi iðnaður þó ekki skapað meiri tekjur heldur en ekki? Ég rifja upp þegar að Reykjavíkurborg reiknaði það út fyrir COVID að borgin hefði meiri kostnað en tekjur af ferðaþjónustunni. En svo þegar ferðaþjónusta lagðist af í COVID að þá komum við yfir með borgarina fram og sögðu við erum að fá styrk frá ríkinu vegna sem við höfum ekki lengur tekjurnar frá ferðamönnunum. Já, ég held að ferðaþjónustan hefur nú haldið uppi hagvexti síðustu ára. Já, og verið bara orðin okkar mikilvægasta atvinnugrein. Já, og hún er líka góð fyrir mjög fjölbreytt fyrirtæki og fjölbreytta starfsemi. Það er alveg til luxus og það er til líka budget ódýrar lausnir, við erum með þetta alls saman, en okkur vantar náttúrulega bara fleiri egg. Eitt af því sem ferðaþjónustan gerir líka er að hún skapar innviði, afþreying og annað sem að gera það líka lífvænlegra að búa út á landi. Já, heldur betur. Akureyri, nýju böðin hérna í Reykholti og annað, að það verður meira spennandi fyrir hún fólk að fara á alla börnin sín ef að við höfum aðgengi að afþreying og lífsgæðum sem að ferðamannastraumurinn stendur undir. Já, kannski líka spornað við ákveðinni byggðaþróun sem við verðum að sjá síðustu áratugina, á meðan að störfum í sjávarútvegi hefur fækkað vegna tækninýjunga og tæknibreytinga. Og skatta. Og sem að fara í okkar samneyslu, bara svona smá innskot, en þannig að auðvitað hefur þetta líka verið jákvætt fyrir landsbyggðina og jákvætt fyrir fjölbreytni í atvinnulífinu og svo framvegis. En það hefur líka verið rosalega mikið álag. Við höfum verið að keyra með mikið á sko massatúrisma sem að eins og til að mynda skemmtiferðaskip sem að hafa komið inn í hafninar, skilja eftir sig skólp, fólk borðar inn í skipunum en ekki á veitingastöðum í bæjunum. Þannig að það er ákveðin svona hætta þarna sem hefur verið og mikið pressa og þrýstingur inn í þessari atvinnugrein sem að ég velti líka fyrir mig bara af því að við erum að sjá þetta svona niðursveifluna að svona þá erum við alltaf að horfa á að við höfum verið að veðja kannski mikið á eina atvinnugrein sem að hefur auðvitað haft með sér góða þróun á ákveðnum siðum en kannski rútufyrirtæki sem hafa verið að þjónusta þessi skemmtiferðaskip sem hefur kannski líka mátt alveg vera veitingastaðir eða hótel í bæjunum sem við erum að stoppa. Þú nefnir skemmtiferðaskip, þá er einmitt það dæmi hringl hjá stjórnvöldum því að þau ákvaða að hækka skattana og gjöldin á skemmtiferðaskipinu og síðan dróðu aðeins úr því og það að vera að hringla með umhverfið leita af sér algjöra ringurreið í þessum geira. Fjöldi skipa sem hætti það að koma og mjög mismunandi skilaboð. Já, þannig að þar var ríkið ekki að hjálpa eins og Ríkan sagði einhvern tímann hættulegust orðin í ensku væru I am from the government and I am here to help en við þurfum að hugsa sko hvað ætlum við að gera nýtt. Ég myndi vilja sjá til dæmis fleiri tækifæri í heilbrigðisgeiranum. Ég held að það sé eitt mest vaxandi geiri í heiminum til frambúðar vegna sem við erum að eldast bæði þjóðin og heimurinn og það er þekkingariðnaður sem ég myndi vilja sjá að ríkið myndi opna fyrir og svo er það orkutengt að við erum búin að hringla rosalega mikið með virkjanakosti og Við erum að hringla með það en svo er verið að byggja upp laxeldi og það er verið að byggja upp landeldi og menn hafa viljað byggja upp í meira mæli gagnaver og raforku og annað en það er nú ekki, þú ert mögulega næsti formaður VG og þið viljið fjölga eggjunum í körfunni en þið viljið ekkert af þessu. Ég held bara að svona gamaldags stóriðju pólitík eins og við erum að sjá núna vaða svolítið uppi
Mér finnst það að vera einmitt fortíðarpólitík. Hvaða pólitík? Ég nefni dæmi eins og Keresis. Einhver tíma fyrir einhverjum árum hefði aldrei getað ímyndað okkur það að úr þorsks og roði yrði til svo verðmæt afurð að yrði til sko stórt fyrirtæki, öflugt fyrirtæki sem að starfar í nýsköpun og hugviti og þekkingu og að skila okkur 40 milljörðum inn í samneysluna. Þannig ég nefni þetta bara sem dæmi. Hugvit, þekking, vísindi, nýsköpun, þetta allt sem við þurfum að líka vera með og við erum með svolítið skýra línur í. Hvort sem það ferðaþjónusta, hvort sem eins og Eyþór segir eins og inn í öldrunar þjónustu. Við þurfum að hafa gervigreindina sem stuðning við okkur en ekki sem sko lausn heldur styðja við ákveðna tæknilausnir. En það þarf orku í þetta allt. Engin af þessari uppbyggingu verður til nema fyrir orku. Gagnaverin sem hafa verið byggð hér á Íslandi undanfarið sem eru gríðarlega orkufrek, þau hafa nú ekki beint verið að bjóða upp á mörg störf. Ég held að öll störfin sem að sko rúmast inn í gagnaverunum þau séu á við starfsmannafjölda, hálfan starfsmannafjölda sko krónunar út á Granda, skiljiði. Þetta er bara, þetta er mjög fá störf. Það er nú reyndar þannig að sko í gagnaverin þegar þau eru í rekstri þá þurfa þau ekki mjög mörg störf en þegar þau eru í uppbyggingu þá þurfa þau mörg störf. Þetta verður byggingar, já, og það er bara mjög tímabundið. Það er líka sko, til þess að varða gervigreindina sko það er gríðarlega marga tengingar inn í gagnaverin og hérna þar þarf rafmyndavirkja og tölvumenn. Og það er skortur á þeim í dag, og nú er vegna út af þessu sko, þannig að ságeiri sko hvað varðar uppbyggingu og gervigrindagagnaver sérstaklega, að þá eru það þróuð störf og ansi mörg. En hérna í orka og hagvöxtur haldast í hendur yfirleitt og við höfum verið mjög gæfusum að geta nýtt endurnýtanlega orku hér á Íslandi til margra hluta, hvort sem það er heimilafyrirtæki eða stóriðu og ég held að rammaáætlun hún hefði bara ekki skilað því sem hún átt að gera. Það átt að vera sáttaleið, en það hefur ekki skilað sátt og ekki mikill orku. Þannig erum við svolítið ósámála sko. Þannig að við gætum alveg farið hérna í sko lengt hérna umræðutíma. Við erum ekki sama flokki. Við ætlum að taka orku umræðuna seinna. Mér langar meira til að tala um VG því að sko Svandís Svavarsdóttir er að hætta sem formaður. Flokkurinn gat afhróði síðustu kosningum og miklu meira heldur en okkur gat órað fyrir. Flokkurinn er peningalaus því að hann uppfyllir ekki skilyrði fyrir ríkisstyrkjum. Þá kemur þú inn á sviðið. Já. Þú komin aftur í VG, fórst úr VG yfir í Samfylkinguna en hefur síðustu árin örstutt, já, hafði vitað þig að færa það aftur. En sko, ég spyr bara eins og menn spurðu frelsaram forðum, sko, geturðu reist hinn dauða við? Eiga Vinstri grænir sér viðreisn von í þessar aðstöðu þar sem hinir flokkarnir fitna á mörg 100 milljóna ríkisstyrkjum og þið eru með sem stendur einn borgarfulltrúa í Reykjavík. Já, við erum nú með kjörnafulltrúa annars staðar heldur en Reykjavík akkurat núna, sko. En við, sko, til að svara spurningunni, þá er forsenda spurningar þinnar, Stefán, er svo að VG sé dautt og við séum einhvers konar Lazarus, það erum við ekki. Tölurnar í könnunum sína þetta. Já, við liggjum mjög lágt og það bara er hérna, við viðurkennum það. En að mínu viti þá er stefna VG í umhverfismálum, hún er skýr. Þar höfum við ákveðna sérstöðu og ég heyri að það er kallað eftir því. Og þegar ég er að tala um gamaldags stóriðu pólitík, þá er ég að vísa líka í það að það er í raun og veru ákall um það og ég heyri það vera vaxandi ákall og það er ákveðið tómarúm sem er að myndast inn í umhverfispólitíkinni þar sem að við eigum erindi og við erum með skýra stefnu og þar munum við stíga inn. Ég held að eina leiðin fyrir VG núna sé bara áfram og upp og fram á við og nú erum við að fara í gegnum forystuskipti, við ætlum að horfa til framtíðar, við ætlum að byggja okkur upp, við ætlum að marka okkur skýra stefnu í umhverfispólitíkinni, í mannréttindum, í jöfnuði fyrir alla hér svo hér sé lífvænlegt samfélag fyrir okkur öll og ég er bara full að trúa því að hérna, okkar boðskapur muni skila okkur hérna, bara auknu fylgi. Það verður kosið miðjan mars, þú talar eins og þú sért orðin formaður. Nei, ég er ekki orðin formaður. Já, ég er með ákveðna formansræðu. Já, þetta er góð formansræða. En hvernig lítur þú út? Heldur þú fáir eitthvað mótframboð? Ég hef, ég vona bara, eins og þetta lítur út núna, þá er ég búin að fá, það er komið 1 framboð fram. Sem að við bara sjáum hvernig það verður og við stefnum bara góðan landsfund 7. til 8. mars á Selfossi. Já, í þeim góða bæ. Þar munum við hérna
hóa okkur saman og Eyþór getur farið með ykkur í sætsín, hann Eyþór tekir innviðina þar. Þú ert velkomin á landsfund. Takk fyrir. Nú situr í súpunni Eyþór. Ég var líka að segja því fyrst við erum hérna bara að tala, ég nefnilega er svona gamall aðdáandi Eyþórs, var náttúrulega mjög mikill aðdáandi Toppmálubíls og hans tónlistar, en kannski ekki alveg mikill aðdáandi á pólitíska sviðinu. Ég verði að játa það. Leiðilegt. En það geti vel verið að Eyþór geti komið og spilað, ég meina hann er velkominn að koma og taka þátt í landsfundagleði og hafa bara gaman með okkur. Ertu í sjokki yfir þessum tíðindum? Nei, hann er bara upptekinn akkur þessi helgi. Það kann maður að heyra þetta með músíkina. Já. Nei, það er músíkin sameina fólk. Þetta verður áhugavert og það er náttúrulega nýbúið líka forval í Reykjavík. Það voru mikið hjaðningavíg þar og það er ekki neinum ásögum sagt, en Líf Magnúsdóttir, hún stóð af sér nokkuð svæsna aðför, leyfi ég mér að segja. Við erum að koma úr forvali í Reykjavík, vissulega. Fjölmennasta forvali hjá VG síðan 2009 þegar flokkurum var að mælast í kringum 20% og við vorum í sárum eftir hrunið. Þannig við erum gríðarlega ánægð með þáttöku í forvalinu. Og það var frábær þáttaka, sitjandi borgarfulltrú og varaborgarfulltrú, Líf Magnúsdóttir og Stefán Pálsson, þau sýndu styrk og seglu. Finnur Ríkharð sem er nýr inn á þessu sviði, hann fekk líka góða kosningu, endaði í 3. sæti. Þannig að við bara og það voru engin hjaðninga við og auðvitað best fólk og með tilfinningarnar úti og allt það. En það er bara eins og það gerist í forvali og prófkjöri. Já, og það eigur þáttökuna, og ekki hvort við fjölmiðlarnir undan því. En heilt yfir var þetta drengileg þáttaka og ég hef nú séð hérna prófkjör sem hafa nú verið meiri hjaðninga við, Meiri blóðsúthellingar. Samfylkingin er búin að kynna lista, Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, hún fyrir að lista þar, mjög áhugaverður snúningur, hún þekkir Reykjavík, hefur starfað á vettvangi borgarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn mun kynna lista sinn á morgun. Laugardag, ef ég skil rétt, er að vænta einhverja tíðinda, eða þú veist allt um þetta? Við höfum bara heyrt óstaðfestar fréttir, en þær benda til þess að það verði breytingar á listanum frá því sem var. Það er kannski óvenjulegt að það átt að vera leiðtogaprófkjör sem ekki varð og síðan var uppstilling en ekki prófkjör og yfirleitt þegar að það er farið í mikla breytingar þar sem að sitjandi borgarfulltrúar er ekki áfram að þá er það nú gerist það í prófkjöri frekar heldur en ekki, þannig að en við höfum eftir að sjá hvað gerist, hvernig það spilast út, en ég held að sé bara mikill áhuga á því að vera í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Sjálfstæðisflokkurinn er í sterkri stöðu og ég held að það sé ákall breytingar í borginni og þær urðu ekki síðast. Framsóknarflokkurinn boðaði breytingar en stóð ekki við það. Sjálfstæðisflokkurinn er líklegur til þess að breyta og mæli sterkur. Þannig að það verður fróðlegt að sjá mælingar núna mjög fróðlegt að sjá þegar Redvaldi komið fram fyrir Miðflokkinn. Já, og það á líka eftir að kynna þann lista og ég vona því að bæði Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur sé í mjög sterkri stöðu til þess að sækja fram. Framsókn miklu veikari stöðu heldur en hún var í og ég vona því að það verði vor til hægri. Já, vor til hægri, segir hann. Akkurat. Ég frekar í svona vor til vinstri. Ég hef ekki vonað að verði vor til vinstri. Nei, þið verðið í samkrulli, þið treystu ykkur ekki til að gera þetta einu óstudd. Við höldum bara að það sé gott að sameina vinstri menn, frekar en að sundra. Þannig að við erum í þeim pælingum. Ég held að þvert á móti það verði vor til vinstri og við bara stillum okkar strengi og förum fram með Sönnu Magdalenu, Mörtdóttur og fólki kringum hana. Já. Og það verði bara mjög sterkt og öflugt frambúð. Við erum þáttið að fókusera þetta á borgina en það verða spennandi kosninga við land. Þau tíðindi bara stáðan að Íris Róbertsdóttir, hún verður ekki í frambúði fyrir bæjarmálafélagið í Vestmannaeyjum sem að mun breyta mjög dýnamíkinni þar í bænum þar sem að menn hafa tekist hart á, mest innan flokks einhvern veginn, frekar en á milliflokka. Það er mjög góða fréttir fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég myndi segja að þarna er Sjálfstæðisflokkurinn aftur kominn heim. Hann náttúrulega fekk alveg upp í 75% í Vestmannaeyjum. Árborg, það stefnir í harðan slag þar, í þínu gamla sveitarfélagi? Já, ég á vona því að Sjálfstæðisflokknum vegni vel þar. Hann hefur verið að ná hreinum meirihluta öðru hverju og hlutirnir eru á uppleið. Fólk er að kjósa með fótunum og flytja í Árborg og ég held að það sé vegna þess að þar opnuðu menn faðminn, breyttu skipulagi og
útuðu lóðir, gerðu miðbæ og gerðu þetta spennandi svæði, sko. Fólk hefur verið að fara frá Reykjavík og velja Ölfus og Árborg og ég á vonandi því að það fólk kjósi Sjálfstæðisflokkinn. Ertu á leiðinni í framboð? Nei. Þú lofar Ég hef áhuga alltaf á pólitík. Alltaf, En maður er náttúrulega sýktur af bakteríu eða vírus, ég veit ekki hvort það en þetta er ólæknandi. Það er erfiðar að eiga við vírusinn. Með Vinstri græna, þið ætlaði að bjóða fram víða land, en það er misjafnt. Hafið þið á taktinu hversu mörg sveitarfélögin eru sem þið bjóða fram í? Við erum að fara að bjóða fram á Akureyri, Norðurþingi, Múlaþingi. Við erum að bjóða fram í mjög líklega, við erum að fara í framboði í Kópavogi og Hafnarfirði. Vonandi í Skagafirði, vonandi gengur það upp og vonandi í Borgarbyggð líka. Það er spennandi. Sjáum til. Við munum fylgjast mjög grannt með þessu. Það er ennþá líf í VG, sko, þannig að þú bara veist að því. Já, hann lifir enn, eins og sungið í KFM, sko. Já. Rétt í lokin, Eyþór, ég sé að þú ert hérna með klút sem að ég er dálítið spenntur fyrir. Já, þetta er fallegur klútur. Er það ekki? Jú. Þetta er Mottu Mars. Jú, þú kannast við hönnuðinn. Ég tek þetta er ekki auglýsing, þetta er nú bara því ég er að góða í þetta. Sigurður Sævar Magnússon, listmálari með meiru, þetta er ekki fyrsta sinn sem hann hannar svona klút. Nei, en þetta er gott framtak og Mottu Mars er náttúrulega mjög mikilvægt verkefni og við stýðum það. Já, ég á eftir að kaupa mér svona klút. Hann krafðist þess að ég keypti 5 stykki og sendi sér kvittun. Já, þú voru að gera það. Já, hann hannar þetta ekki bara, hann selur þetta líka. Gott málefni. Já, við eigum að stýða það. Eyþór Arnalds og Rósa Björk, þakka ykkur kærlega fyrir komuna, gaman að hitta ykkur hér á þessu góða föstudag. Takk. Ég hveti ykkur til þess að fara ekki langt vegna þess að hér eftir örskamastund sest hjá mér Bogi Níls Bogason sem ætlar að fara yfir stöðu Icelandair og meðal annars ETS einingakerfið frá Evrópusambandinu sem að virðist vera að gera félaginu miklu meir en erfitt fyrir. Fylgist með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup á risa taxfrí-dögum í Ormsson. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýjum, við þökkum Rósu Björk og Eyþóri fyrir þeirra framlag í yfirferð á fréttum vikunar. Núna ætlum við að ræða mál sem hefur verið til umræðu í þessari viku sannlega en síðustu vikur einnig í kjölfar þess að viðskiptaráð Íslands gaf út skýrslu hið svokallaða ETS einingakerfi sem að Evrópusambandið heldur úti og ætlað að draga úr útblæstri innan Evrópusambandsins og annarra ríkja sem hafa undirgengist þær skuldbindingar. Ísland er eitt af þeim ríkjum. Við gengum inn í þetta kerfi árið 2005 en það er fyrst núna sem að það er að falla á okkur af fullum þunga og það er að koma í ljós að þetta hefur mjög, leyfi ég mér að segja, ískyggileg áhrif bæði á flugsamgöngur, skipaferðir og annað og mér sýnist reyndar að þeir ætla að fara að yfirfæra þetta kerfi með ETS 2 kerfinu þannig að það fara að leggjast á heimilin í landinu líka. En hingað er komin Bogi Níls Bogason, hann er forstjóri Icelandair, það er það fyrirtæki sem að kannski hefur orðið fyrir mestum áhrifum að þessu nú þegar og þau áhrif munu ekki fara minnkandi á síðustu árum miðað það sem við sjáum í opinberu tölum. Blessaður og sæll. Sælir. Geturðu bara til að byrja með útskýrt fyrir okkur hvernig þetta ETS-kerfi hefur áhrif á rekstur Icelandair? Já, þetta er þannig að við þurfum að skila inn í þetta ETS-kerfi út frá því hvernig við fljúum og það er miðað við flugið innan Evrópu og vegna þess að svona í stuttumáli að við erum hérna í miðju Atlantshafinu og erum að tengja saman heimsálfunnar í gegnum Ísland að þá eru flugleiðirnar okkar innan Evrópu mjög lengri hlutfallslega heldur en félagana hérna á meginlandi Evrópu. Sem eru að sinna flugi yfir til Bandaríkjanna. Sinna flugi innan Bandaríkjanna og líka innan Evrópu. Málið er að þetta ETS fyrir flugið. Það var fyrst og fremst sett á laggirnar til þess að fækka svona stuttum flugleikjum innan Evrópu og fá fólk frekar yfir í rafmagnslestar og þess háttar sem er kannski fínt markmið. En gengur að sjálfsögðu enga veginn fyrir eyþjóð eins og Ísland. Þannig að við erum inn í einhverju kerfi sem passar enga veginn fyrir legu landsins og fyrir það sem við erum að gera.
Þið fljúið svo marga kílómetra ári og á grunni þess einhvers konar uppboðsmarkaður með einingar, ég vil að kalla þetta aflátsbréf, svona út frá sögulegu minni og þið þurfið bara að kaupa kvóta fyrir svo kallaða mengun sem nú vantarlega tengt koltvísýringi. Já, við þurfum að kaupa einingar til þess að skila inn í kerfið sem byggir á okkar flugi og okkar útblæstri innan Evrópu og meðal fluglengd okkar innan Evrópu, innan þessa kerfis um 2000 kilometrar á meðan evrópsku flugfélögin sem að fljúga innan Evrópu eru með að meðaltali 800 kilometra. En þeir eru með meira en tvöfalt lengri. Já, að meðaltali. Svo erum við náttúrulega að keppa á þessum víamarkaði sem 50% af okkar farþegum svona meðaltali, það sveiflast eftir bara árferði á hverjum tíma. En þetta svona í kringum 50%. Og þar erum við að keppa við flugfélög sem eru ekkert inn í neinu kerfi. Og við erum að taka á okkur meiri kostnað hlutfallslega heldur en flestir okkar keppinautur. Og fyrst og fremst vegna þess að þetta kerfi eins og ég sagði, það bara passar ekkert fyrir Ísland og í rauninni hannað fyrir bara allt annað umhverfi. Það þá keppinautar sem eru bandarísk flugfélög? Bandarísk flugfélög og jafnvel líka evrópsk vegna þess að gjaldið fellur í rauninni bara á flugleiki innan Evrópu, þannig að þú fer út úr Evrópu, þá allan ennþá þannig að þá á þetta ekki við. Þannig ef við tökum sem dæmi flugfélag sem að fljúga á milli New York og Parísar, að þá eru gjöldin lítil sem engin, en við erum með tiltölulega hlutfallslega langan flugleik innan Evrópu. Því millilendi frá Bandaríkjunum á leið til Parísar og það leggur milli Íslands og Parísar sem það telur. Þannig að við erum að fá á okkur þessi gjöld og okkar farþegar, meðan keppinautarnir eru ekki að fá það. Og það sem kannski verst í þessu það að við erum búin að vera að fjárfesta mjög mikið í nýjum flota. Búin að fjárfesta fyrir ríflega 100 milljarða síðan 2018-2019 og eru núna að fljúga 90% af okkar flugum á bara hagkvæmustu flugvélar tegundir sem hægt að fá. Það eyða miklu minna eldsneyti. Miklu minna eldsneyti og í flestum tilvikum erum við að keppa við beinflug sem eru flogin á breiðþotum sem eyða miklu meira eldsneyti bara per sæti. Þannig að í mjög mörgum tilvikum erum við að bjóða upp á bestu vöruna og lausnina fyrir umhverfi líka. Við erum að menga minnst hlutfallslega en við erum að borga mest. Þannig að kerfið algjörlega að vinna gegn sínum markmiðum, oft á tíðum. Þetta ekki algilt en mjög oft þetta þannig að við getum boðið upp á bestu flugleiðina líka fyrir umhverfi. Þið eru ekki látið njóta þess í einhverju tilliti þó þeir séu með þessar sparneytnu vélar? Alls ekki og þetta náttúrulega algjörlega öfugsnúið eins og ég segi, við erum búin að vera að fjárfesta í nýjum flota, nýjum flugvélategundum núna síðustu árum fyrir ríflega 100 milljarða og við erum búin að ná verulegum árangri. Við erum búin að minnka okkar útblástur hlutfallslega 22% árs tímabili frá 2019. Við tökum þetta náttúrulega mjög alvarlega, við viljum minnka útblásturinn frá okkar starfsemi og hvatinn náttúrulega algjörlega til staðar bara í gegnum reksturinn vegna þess að eldsneytiskostnaður stór hluti af okkar rekstrarkostnaði. Þannig að hvatinn til þess að gera vel á þessu sviði nú þegar til staðar. Það þarf ekkert einhverja skatta og gjöld til þess að hvetja okkur áfram. En þetta eru þó öfugir hvatar? Algjörlega öfugir hvatar og að mínum að þetta er lausnin í þessum málum, þessum umhverfismálum. Hún er hvatar og stuðningur og ný tækni, bara eins og við erum að sýna fram á. En eins og þú segir, hvatarnir eru algjörlega öfugir. Minnir dálítið á bræðslurnar fyrir austan þar sem að menn eru farnir að setja upp oljukatla í stað þess að keyra rafmagni. Menn eru í öfugum orkuskiptum. Já. Rekstur Icelandair, hvaða áhrif hefur þetta á hann til að setja í einhvað samhengi? Hvað kostar það Icelandair á ári að vera inn í þessu kerfi? Á síðasta ári voru umhverfisgjöld okkar samtals ríflega 5 milljarða króna og þar ETS-ið langstærst og það væri allt í lagi að vera inn í einhver kerfi og borga inn í þetta ef það hefði ekki neikvæð áhrif á samkeppnishæfnina, ef við varum ekki að borga meira hlutfallslega heldur en samkeppnisfélögin okkar. Þannig að það er bæðið þannig að við erum að borga meira hlutfallslega heldur en félögin í Evrópu út af þess að ég nefndi áðan. Við erum að fljúga meðaltali lengri flugleiki heldur en flugfélögin í Evrópu og þau fljúga oft út fyrir kerfið mun fyrr heldur en við gerum, evrópska kerfið. Þannig að við erum svona með neikvæða samkeppnisstöðu gagnvart evrópsku flugfélögunum en svo Evrópa líka með neikvæða samkeppnisstöðu gagnvart heiminum. Það sem við erum að sjá núna á síðustu árum að
að þróunin þannig að svona tengimiðstöðvar eins og Frankfurt, að flugið þar hefur verið að minnka, en tengimiðstöðvar eins og Istanbul hafa verið að vaxa svakalega. Og þetta náttúrulega bara þannig að flugið mun ekkert minnka, það færist bara til. Þannig að enn og aftur þetta kerfi, það alltaf svona lykilatriði í þessum reglusetningum og í þessum reglugerðum að koma í veg fyrir hinn svokallaða kolefnisleka, carbon leakage, en það bara nákvæmlega það sem að eiga sér stað. Af því að kerfin eru mismunandi á milli heimsálfa, þannig að flugið færist bara þangað sem það sem kostnaðurinn lægri. Kemur til greina, svo maður hugsi uppátt fyrir Icelandair að stofna dótturfélag í Bandaríkjunum til þess að geta rekið allavega einhver hluta starfseminnar með þeim hætti undan þessum gjöldum? Það skiptir ekki máli hvar þú ert með flugrekstrarskírteinið, það bara skiptir máli hvar þú ert að fljúga. Ef þú ert að fljúga innan Evrópu, sama hvar flugrekstrarskírteinið þá það það sem skiptir máli. Þannig að þið getið ekki komist undan þessu? Nei, og við viljum ekkert komast undan einhver. Við viljum bara það eina sem er einhver skynsemi í að hér á landi gildir eitthvað kerfi sem passa fyrir landið. Það við séum ekki að taka á einhverja skyldur eða reglugerðir sem passa bara fyrir eitthvað allt annað umhverfi. Og svo ef við horfum líka bara stóru myndina hvað varðar flugið. Flugiðnaðurinn í heild sinni í heiminum tekur umhverfismálin mjög alvarlega og eins og ég nefndi áðan að hvatinn algjörlega til staðar af því eldsneytiskostnaður svo stór hluti á rekstrinum. Og svo alltaf verið að tala flugið í þessu sambandi, hvað var umhverfismálin. En flugið samt bara tæplega 3% af útblæstri heimsins. Þannig að við myndum stöðva allt flug í dag, þá væri ríflega 97% eftir ennþá. Nú rosalega fókus á flugið, það sífellt verið að ala á flugviskubiti hjá fólki, það eru jafnvel málsmetandi menn á Íslandi að segja að menn megi ekki fara til útlandi í helgarferðir, verið helst að vera á grískum eyjum í 1-2 mánuði í senn. Það rímar ekki við þessar tölur. Nei, það væntanlega vegna þess að við sem neytendur og einstaklingar erum að fljúga og getur þar að haft áhrif á þetta sjálf. En í heilsinni þá þetta svona að flugið að valda tæplega 3% af útblæstri heimsins. Þannig eins og segja aftur, það ríflega 97% eftir þó að allt flug í stöðvað í dag. Þú segir að þetta séum 5 milljarðar sem þetta hafði áhrif á ykkur í fyrra. Þar að sé ETS stærsti hlutin. Það eru ykkur fleiri kerfi sem að það eru fleiri kerfi. Það eru 3 kerfi sem við erum að vinna með. Það þetta sjálfbæra flugvélaeldsneyti. Flugfélög þurfa að borga eða taka 2% af sínu eldsneyti sem sjálfbært flugvélaeldsneyti. Og það 3-falt til 4-falt dýrara heldur en venjulegt flugvélaeldsneyti. Hvað skilur þetta eldsneyti að frá hinn? Já, þetta þá sjálfbært. Þetta getur verið endurnýtt steikingarolía eða rafeldsneyti sem reyndar ekki byrjað að framleiða mjög mikið af. Og þegar þessi markmið voru sett af opinberum aðilum að þá var þetta, eins og 2% á síðasta ári og það markmið að fara upp í 6% árið 2030. Og þá var náttúrulega uppleikið að það framleitt upp í eftirspurnina, svo hefur það ekkert verið gert, þannig að verðið á þessu hefur verið að hækka mjög mikið, alveg eins og með þessar einingar inn í ETS-kerfið, að þetta eru bara einingar sem kaupir á markaði. Og þegar Evrópusambandi gerði svona áhrifamat, mér minnir að það hafi verið 2019, þá var reiknað með því að verðið á þessu yrði í kringum $25 per tonn, en það fór upp í $95 í lok síðasta árs, það var að vera að lækka eins aftur. Og það alveg eins þegar það var gert síðast svona áhrifamat út af SAF-inu, það sjálfbæra flugvélaeldsneytinu. Það var gert ráð fyrir að það yrði bara svipuðu verði og flugvélaeldsneyti, en það eins og segja 3-4-falt dýrara. Þannig að áhrifin á reksturinn og samkeppnishæfnina hefur verið miklu meiri heldur en gert var ráð fyrir þessar reglur voru settar. Þú segir að þetta sé jafnvel endurnýtt steikingarolía eða rafeldsneytið. Sko, rafeldsneytið, það rosalegt orkutap, veit maður ennþá í þeirri tækni. Þannig að menn að nota rosalega raforku og resursa til þess að búa til þetta eldsneyti. Steikingarolíuna þarf að finna til og hreinsa á annað. Og fluttur á Kína. Hún fluttur á Kína? Það já, dæmi það. En þetta þá sjálfbært? Þetta ekki bara einhver fíflagangur? Ég ætla ekki að segja neitt til það. Lykilatriði bara að það sé eitthvað kerfi sem að það sé eitthvað kerfi sem að gildir fyrir allan heimi. Það svo mikilvægt. Þetta Corsia sem ég var að tala á það svona sem að ICAO sett á laggirnar, Sameinuðu þjóðirnar. En það ekki nærri öll lönd samt komin inn í þetta, en það útbreiddara heldur en ETS-ið að sjálfsögðu.
og þar kostnaður per einingu miklu lægri. Og það margir sem tala fyrir því núna að jafna kostnaði við ETS-i við korsíðan. Þetta verði í rauninni sami kostnaður. Því að nú ETS-kerfið, náttúrulega það í endurskoðun. Og það liggur ekkert fyrir hvernig þetta mun líta út í lok þessa árs. En við heyrum það náttúrulega núna að það ýmsir þjóðarleiðtogar að tala að í Evrópu, kanslari Þýskalands, forsætisráðherra Tékklands og nú síðast bara í morgun iðnaðarráðherrann á Ítalíu að segja að það þarf einhvern veginn að umbylta þessu kerfi aftur. Þetta að hafa verulega neikvæð áhrif bara á samkeppnishæfni í Evrópu, á iðnaði þar og þannig að það þurfa að breyta þessu og ég alveg sammála því, það þarf að breyta þessu kerfi og sérstaklega fyrir okkur Íslendinga. Við getum ekki verið inn í einhverju kerfi sem passar engan veginn fyrir það sem við erum að gera. ETS 4 milljarðar í fyrra, þeim tölum hefur verið varpað fram hér að innan 3-4 ára þá verði kostnaður Icelandair af þessu kerfum 10 milljarðar. Sjáum við fram á að þessi kostnaður stighækki bara hér ár frá ári? Já, svona miðað við núverandi kerfi og núverandi forsendur að þá höfum við gert ráð fyrir því að 2030 hafi þetta tvöfaldast og 2035 þrefaldast. En eins og ég nefndi áðan að það mikil umræða að það þurfi að endurskoða kerfi og það til endurskoðunar þessu ári. Og vonandi verður einhver skynsöm niðurstaða út úr því. Þið skiluðu tapi eins og reyndar oft áður í fyrra, vel yfir milljarði. Já, rétt ríflega milljarði. Já, 1,2. Þið hefðu verið í bullandi plús ef að þetta kerfi væri ekki til staðar. Þið hefðu skilað 3,8 milljarði. Já, alltaf það óbreyttu þá hefðu skilað bara ágætið sagnaði. Ég meina þetta flugrekstur í eðlisínu svona low margin business sem talar vonda íslensku og framleiðin ekkert sérstaklega há þannig að svona liðir hafa gríðarleg áhrif og sjálfsögðu það var enn meiri áhrif ef við erum að borga meira hlutfallslega heldur en samkeppni sem við erum að gera sem svo eins og ég vil bara ítreka það aftur að í mörgum tilvikum erum við að bjóða upp á bestu lausnina fyrir umhverfið hérna í gegnum Ísland að þá svo öfust nú að við sem að borga hlutfallslega meira. Þetta dregur úr samkeppnishæfninni. Við sjáum síðan gengi Icelandair í kauphöllunum, það verið umræða bara yfirtöku áhættu á félaginu. Það ekki sjálfgefið að við höldum úti því kerfi sem að byggt hefur verið upp á vettvangi Icelandair í þessa áratugi. Nei, og þetta mál miklu stærra mál heldur en eitthvað Icelandair mál eða þess áttar. Það Icelandair og fyrirrennarar félagsins hefur búin að vera hérna til staðar í tæplega 90 ár og byggja upp gríðarlega öflugt leiðakerfi og tengja þar með Ísland við umheiminn sem hefur að mínum mati og ég held við getum alveg sýnt bara góð gögn sem að styðja það að það hefur bara haft verulega jákvæð áhrif á lífsskilyrði og lífsgæði hérna á Íslandi. Þannig að þetta miklu meira stærra mál heldur en að horfa bara á Icelandair ef að samkeppnishæfni flugfélag á Íslandi mun einhvern veginn drabbast niður að þá mun það bara hafa verulega neikvæð áhrif á lífsgæði hér á landi. Það fullt af starfsemi í gangi á Íslandi vegna þess að við erum með mjög öfluga flugtengingar. Þetta tengist ekki bara Icelandair eða ferðaþjónustunni, þetta hefur bara áhrif á hagkerfið í heild sinni. Hvað ertu að vísa í því sambandi aðra starfsemi? Ég held til dæmis að mörg fyrirtæki sem eru bara í hátækni gera, hvort sem að sé Alvotech eða bara einhver hátækni fyrirtæki, að það væri minni líkur á því að þau væri staðsett hér á Íslandi ef við værim ekki með öflugt félag sem er að reka flugfélag sem er að reka öfluga tengimiðstöð. Því að ef ekki flugfélag að reka öfluga tengimiðstöð, að þá væri áfangastaðanir sem við erum að fljúga til bæði í Evrópu og Norður-Ameríku miklu færri, tíðnin væri miklu minni. Þannig að þessar öflugu flugtengingar við þessu eyju í miðju Atlantshafinu eru að búa til skilyrði fyrir bara margar aðra starfsemi. Ef Icelandair myndi missa fótana, myndu ekki bara SAS og Wizz Air og Lotto og hvað þessi félög heita, Delta, Southwest eða hvað þau heita vestanhafs líka, myndu þau ekki bara fylla upp í þetta skarð og tryggja þessa áfangastað áfram? Nei, alls ekki, því að ef það væri ekki að því að í flugrekstri er það þannig að þessi tengimiðstöð skiptir svo miklu máli að vera með þennan hub eins og við erum að gera sem að öflugt leiðakerfi, því að leiðakerfis áhrif í flugrekstri eru svo mikil. Því að þegar við til dæmis hefjum flug á Raleigh Durham eins og við gerum fyrir nokkrum árum, þá
þá erum við að styrkja alla flugleiðarnar Evrópumegin, sem þýðir að við getum bætt tíðinni þar og jafnvel bætt við áfangastöðum Evrópumegin og svo koll á kolli, svona vex þetta áfram. En þessi flugfélög sem þú ert að tala eins og til dæmis bara Delta, þau eru að fljúga út úr einhverjum höfum Norður-Ameríkumegin og búa til eina svona tengingu við Ísland og ekkert að búa til neinn leiðakerfis áhrif á Íslandi. Þannig að þetta yrðu bara svona tengingar hér og þar frá nokkrum flugfélögum, en lykillinn að allir þessari tíðni og öllum þessum áfangastöðum í Íslandi þessi tengimiðstöð sem við búum yfir hér. Við sjáum þetta bara út allan heim. Hvað eru þetta margir áfangastöðir í dag hjá okkur? Við erum með ríflega 60 áfangastöði í kerfinu núna þessu ári. Ef Icelandair nýtti ekki við, hvað myndur að halda áfangastöðirnir yrðu margir? Það mjög erfitt að segja, þeir myndi fækka marga tugi, ég held að það sé alveg augljóst. Og það ekki bara þetta, skattspor Icelandair á síðasta ári voru 40 milljarðar, bara það sem Icelandair beint að skila inn í kerfið, svo ekki sé minnst á öll hliðaráhrifin. Þú nefnir þetta með tengimiðstöð og Keflavíkurflugvöllur nú stað sem að allflestir Íslendingar hafa komið til og margir fara á hverju ári. Þeir gefa út farþegaspár og ég hef aðeins verið hugsið við því að núna Isavia sem opinbert hlutafélag, þeir hafa verið að fjárfesta gríðarlega og þeir eru með spár uppi jafnvel 100 milljarða fjárfestingu á komandi árum áratugum. En þegar maður skoðar farþegaspá fyrir árið í ár 2026 sem að þeir gefa sjálfur út, þá kemur í ljós að það voru 8,1 milljón farþega sem að fóru völlin í fyrra, en þeir gera ráð fyrir að það séu 7,6 milljónir í ár. Kerfið að hökta. Einhver glóri í því að opinbert félag sé að spúa 20 milljarða á ári í uppbyggingu þegar að það eru teikn á loftum að það vilji færri fara hér þessa tengimiðstöð? Ég myndi alls ekki nota þetta, vil ekki nota þetta orð sem þú ert að segja að spúa, það hefur verið að byggja upp og það er búið að gera það í mörg ár og það þannig að það eru alltaf sveiflur í þessu að eitt árið meira vöxtur og svo annað árið eitthvað minni vöxtur og jafnvel samdráttur. En þú horfir tilbaka, ég man að Isavia kynnti fyrir okkur sín plön árið 2015 og farþegaspár áratugi fram í tíman og fjárfestingar áætlun byggð á því. Og síðan gerist ákveðnir hlutir 2018-19 að þá var farþegaspá Isavia frá 2015 komin langt undir raunina. En síðan gerist eitthvað og það fer í hináttina og svo eftir fall play að það var þessi spá sem var gerð 2015 bara á nokkuð réttum stað. Þannig að svona til lengri tíma þá byggir þessi fjárfestingar áætlun Isavia bara á einhverju svona hóflegum vexti á hverju ári og þannig að ég held að þetta sé bara raunhæf fjárfesting sem maður hefur verið að plana núna og það hefur verið að horfa til langra framtíðar og horfa á einhvern meðaltalsvöxt til margra ára. En þetta hefur 8,1 í 7,6 á þessu ári, nokkuð sem segir okkur annað en að þetta fari bara niður í 7 milljónir farþega árið 2027 og 6,5 milljón 2028? Já, ég held að ef við horfum á gögnin bara 50 ára aftur í tíma, þá hefur verið svona meðaltalsvöxtur ef við horfum í gegnum sveiflurnar og það ekkert sem segir okkur að það verði ekki þannig áfram. Hvað veldur sveiflunni nú? Það sem veldur sveiflunni núna meðal annars það að íslenska krónan tiltölulega bara mjög sterk. Bandaríkjadalur, bandaríski markaðurinn okkar mikilvægasti markaður. Bandaríkjadalur hefur veikst talsvert og verðbólga hefur verið mikið þannig á Íslandi, miklar kostnaðarhækkanir. Þannig að samkeppnishæfni Íslands hefur svona verið aðeins að við höfum átt undir högg að sækja þar og við erum líka að sjá að löndir í kringum okkur, stjórnvöld þar að setja miklu meiri fjárhæðir í markaðssetningu á áfangastaðnum. Þannig að það eru þessir þættir fyrst og fremst sem að valda því að það svona ákveðið högt í þessu en það ekkert að mínum mati sem að segir okkur það að langtíma vöxturinn mun ekki vera með þeim hætti sem við höfum svona séð í fortíðinni. En nú erum við með ríkisstjórnvöld og búin að vera í rúmt ár sem að segir bara ferðaþjónustan ekki sjálfbær hagvöxtur og við viljum í atvinnustefnu leita annað. Ferðaþjónusta varla nefnd á nafn þegar þau eru með kynningar varðandi atvinnustefnuna sem að stjórnvöld vilja innleiða. Það gefur ekki til kynna að það verði ýtt undir eða bætt í hvað varðar samkeppnishæfnina hér á komandi árum. Nei, nú við því á Icelandair við skiluðum inn umsögn drög atvinnustefnu sem kom út í lok síðasta árs. Einmitt vegna þess að orðið flug var ekki nefnt einu sinni í
í atvinnustefnunni og eins og var að segja áðan að flugið skiptir svo miklu máli fyrir alla aðra starfsemi hérna á landinu. Og fyrir utan þetta skapar þúsundir starf. Hvað erum við marga störfum núna? Við erum að meðaltali, meðalstöðugildin hjá okkur á síðasta ári voru 3.500, þannig að næstu 1% af þjóðinni að starfa hjá Icelandair. Og það er ekki minnst einu orð á þetta í atvinnustarfi. Nei. Hvað þýðir þetta? En það hefur verið mjög vel tekið í okkar athugasemdir og við erum spennt að sjá næstu útgáfu atvinnustefnunni vegna þess að ég sagði áðan að þó við getum ekki fært neina sönnur á það, þá tel ég ólíklegt að svona félög sem hafa verið að hasla sig völlin á Íslandi að fá til sín erlenda sérfræðinga til að starfa hér. Það væri miklu erfiðara fyrir þessi fyrirtæki að byggja upp hérna á Íslandi ef að þessar flugtengingar væri ekki eins og þær eru. Þannig þetta hangir allt saman og atvinnustefna Íslands að ef að flugið vex ekki og dafnar áfram þá held ég að svona þurfum bara að endurskoða þetta allt saman. Já, lífsskilyrði á Íslandi. Lífsskilyrði, já. Þú talar aðeins samkeppnishæfnina. Maður tók eftir daginn, margir sem fögnuðu þegar fóru að fljúga á Istanbul, svo skömmu eftir að þið hefði það flug eða nokkrum mánuði seinna þá sláið það af og kvartuðu undan flugstéttunum og samkomulagi milli ykkar. Þið standið alltaf í stappi við ykkar starfsfólk og það eru framundan kjarasamningar? Það eru kjarasamningar í gangi, allir samningarnir við flugstéttunum 3 eru lausir í dag. Já. Og þetta er bara verkefni sem við erum í og við þurfum að ná samningu sem að tryggja, við erum alltaf að tala samkeppnishæfni, bæði tryggja samkeppnishæfni en tryggja líka að félagi verið áfram eftirsóttur vinnustaður sem það er í dag. Eru þið að sjá til lands í þessu? Þetta nú oft verið dálítið skrautlegt. Þetta er eitt af stóru verkefnunum bara í því að reka flugfélög og ekki bara hjá Icelandair og okkar frábæru flugstéttir eru náttúrulega eitt af, stóru verðmætunum innan félagsins. Þannig að við þurfum að gera þetta vel og vanda okkur og ná einhverju lausn sem stuðlar að þessu sem ég nefndi áðan, að tryggja samkeppnishæfnina en að vera áfram eftirsóttur vinnustaður. Því að hagsmunirnir eru náttúrulega algjörlega samtvinnaðir hvað varðar starfsfólkið og félagið. En hvað með Istanbul og háríkgræðslurnar? Ég heyri víða kvartanandi af því að menn eigi erfiðara með að komast í þeirra. Já, menn þurfa að fara í gegnum einhverju tengimiðstöðvar. Við erum sem betur fyrir með góðan samning við Turkish Airlines, þannig að það er hægt að fljúga í gegnum marga okkar áfangastöðum í Evrópu áfram til Istanbul. En hvað var það sem að olli þessu þannig, og ég spyr bara út frá því hvort að það sé atriði sem að þið séum á borðinu í samningum upp á að geta opna flugleiðir eins og þessa? Já, við viljum svona ná meiri sveigjanleika hvað varðar það og það er eitt af því sem við erum að ræða við okkar flugstéttir núna. Er það hvíldartímamál og? Hvíldartímamál og þess aftar. Því að það, eins og ég segja það þurfum við að vera samkeppnishæf eins og í öðru sem við erum að gera. Er hætta á að félagið lendi í yfirtöku vegna þess hversu lágt það er verðmetið á markaði? Tölurnar gefa til kynna að menn getur séð færi í þessu. Er eitthvað sem segir að útlendingar getu eða útlenski fjárfestar getu ekki náð yfirráðinu í félagið? Já, það er stærsti hluthafinn erlendur sjóður með ríflega 17% hlut. Beinkapital. Og félagið er náttúrulega skráð á markaði, þannig að það geta allir fjárfest í félagið, þannig að það er ákveðnar reglur að talandi um Evrópusambandið, að aðilar utan Evrópusambandsins mega ekki meira 49%, en það sem við ætlum náttúrulega bara að gera, það er að koma rekstrinum á betri stað og við sjáum veruleg tækifæri fyrir okkar félag í þessu umhverfi sem við erum í. Við erum búin að vera bara bæta reksturinn mjög mikið þó að afkoman, eins og nefndir það, við vorum í einhverju tapi í fyrra, en við erum að ná frábærum árangri á mjög mörgum sviðum í starfseminni. Við hefum aldrei verið með hærri tekjur og yfir 5 milljónir farþega. Stundvísin sem skiptir ótrúlega miklu máli í flugrekstri hefur aldrei verið á betri stað. Þannig að mjög margt að þróast á mjög jákvæðan máta, eiginlega flest það sem við höfum svona stjórn á. En þú talar svolítið eins og læknir sem sagði aðgerðin hefnast fullkomlega en sjúklingurinn Nei, alls ekki. Talan í botninu með það sem að skipti máli í lok dags, þið getið ekki rekið ykkur með tapi ár eftir ár. Algjörlega sammála því og þess vegna er það og það sem ég hef verið að segja og við hjá Icelandair er að við verðum að snúa þessu við og við verðum, það er alltaf eitthvað svona utanaðkomandi sem hefur áhrif. Þannig allt sem við höfum stjórn á við verðum að gera það eins vel og við getum og við erum að sjá við erum verið í umbreytingar vegferð og við erum að sjá gríðarlegan ávinning af því. Þannig að við erum búin að vera í ákveðni mótvind bara í umhverfinu, það mun snúast við, þannig að við erum ekkert að gera ráð fyrir því, við erum að bara taka allt í gegn sem við höfum stjórn á. ETS-kerfið spila stóra rullu þar það myndi skipta ykkur miklu máli ef að það eru gerðar breytingar sem allavega myndu jafna samkjæmstöðuna. Það er náttúrulega algjörlega nauðsynlegt, það bara gengur ekkert upp að, eins og ég segi, að
við hérna í miðju Atlantshafinu séum að taka á okkur hlutfallslega meiri kostnað heldur en félög í Evrópu eða annars staðar í Evrópu eða Norður-Ameríku. Það er gefið bara auga leið að það gengur ekkert upp og það er svo mikilvægt að stjórnvöld vinni að þessu öllum árum vegna þess eða rói að þessu öllum árum því að og vinni að einhverju framtíðalaust sko, að vera með undanþágu sem rennur út eftir ári eða 3, núna rennur út í lok þess árs og að við séum bara inn í einhverju kerfi sem gengur upp til framtíða. Það er það sem við þurfum að vinna að. Þið hafið núna tekið inn í flotan hjá okkur Airbus A321 neo vélar, öflugar stórar vélar, miklu stærri raunheldur en eins og Maxinn sem þið eruð að keyra á. Hvernig horfa flotamálin svona, segjum 2-3 ár fram í tíman? Er útfösunin á 757 vélunum og innleiðingin á Airbus, er þetta á áætlun? Þetta er á áætlun og við höfum meira sér raða til dæmis útfösunin á 76-unum. Þetta ár verður síðast árið sem við erum að reka 76-unar í flotanum. Við verðum með 2 í sumar, þá er þetta alveg farþegaliðakerfið og munum fljúga þeim út næstu jólavertíð, síðan fara þær út úr flotanum. 75-urnar, það eru reyndar ekki margar eftir í farþegaliðakerfinu. Það er að verða í farþegaliðakerfinu út sumarið 2027, þannig að það er tiltölulega stutt eftir. Þessar vélar hafa náttúrulega þjóna félaginu frábærlega. 767-urnar eru breiðþotur sem að þið hafa verið í notkun, margir sakna þeirra vegna þess að það eru stórar rúmgóðar með 2 ganga og annað þeim dúr, en það er annars sem skiptir máli þar, það er fraktinn, það eru vélar sem hafa gríðarlega burðargetu. Er ekki í sjálfu sér vont að missa þessar risavélar út úr flotanum? Ekki, við horfum á heildarmyndina. Okkar svona samkeppnisforskot hér á Íslandi og okkar viðskiptamódel gengur svolítið út á að reka þessar mjóþotur narróbóti vélar á milli heimsálfanna í gegnum Ísland. Það snýst okkar viðskiptalíkan og voru hérna ákveðin tækifæri fyrir 7600 sem höfum nýtt okkur en til framtíðar þá mun þetta kerfi því verið þjónað af mjóþotum og við erum núna á þessu ári að fljúga svona 90% af okkar flugum á annaðhvort Max eða Airbus, nýjum Airbus-vélum. Það er ekki hægt að fá vélar sem eru svona hagkvæmari hvað varðar eldsneyti, þannig að við erum búin að vera að fjárfesta alveg gríðarlega og bara við förum enn og aftur inn í þetta ETS-kerfi, þá er svo ósanngjarnt að við séum að borga hlutfallslega meira heldur en samkeppnin. Já. Og handa á hornið eru þessar sérstaklega langdrægu Airbus-vélar sem eru spennandi að sjá hvernig þið geti nýtt á áfangastæði en fjær ströndum Íslands. Það segði náðu samningu við flugstéttirnar. Að sjálfsögðu náðu við samningu við flugstéttirnar og því að eins og ég nefndi á þennan hagsmunirnir er algjörlega samtvinnaðir hjá okkar starfsfólki og félaginu og XLR-in skapar gríðarleg tækifæri fyrir félagið og leiðakerfið. Við getum flogið niður eftir vesturströnd Bandaríkjanna til San Francisco, LA og þess að það er Texas og þannig að það eru gríðarlega margir nýjir og spennandi áfangastæði sem opnast upp og Dubai opnast og tengja þessa staði við þetta gríðarlega öfluga kerfin sem við erum í dag. Þetta eru rauninni bara óendanleg tækifæri. Þessi vél ætti að komast í gagnið 2029, ekki rétt? Jú, við höfum pantað 13 svona vélar og þar fyrstu koma 2029. Þetta er spennandi, ég hlakka til að fara í ferð með þessum vélum. Já, verður velkomin á borð. Gott að fá því settið Bogi og ganga vel við að halda félaginu og góðu flotti. Takk fyrir. Við erum hins vegar ekki alveg hætt. Hingað er kominn í hús Oddur Ingimarsson. Hann er læknir og viðskiptafræðingur. Hann hefur verið að fjalla á síðum Morgunblaðsins þær breytingar sem að verða á almannatryggingakerfinu. Við ætla að ræða við hann þetta mál hér eftir örfáar auglýsingar. Hvet ykkur til að fylgjast með. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Komið sæl nýju. Við þökkum Boga Níls Bogasyni fyrir hans innlegg hér í þáttinn og ETS-kerfið og aðrar áskoranir sem að mæta hinnu mikilvæga flugfélagi okkar, Icelandair.
En hingað kominn annar maður sem hefur mikla þekking á öðru kerfi sem skiptir okkur flest miklu máli eða alla Íslendinga leyfi ég mér að segja. Oddur Ingimarsson, hann læknir og hann hefur lagt orðið í belg á síðum Morgunblaðsins bæði í gær og á fimmtudaginn í síðustu viku þar sem hann var að fjalla örorku og lífeyriskerfið okkar og hvernig kerfið hefur einhvern veginn undið upp á sig og þannig myndað skakka eða ranga óheppilega hvata fyrir fólk til þess að leitast ekki við að komast aftur út á vinnumarkaðinn eftir að hafa horfið þaðan stund. Og ég ætla að ræða hér við hann þetta er dálítið flókið mál en ég held að okkur muni alveg ábyggilega takast að koma þess á mannamál fyrir okkur öll. Blessaður Oddur. Blessaður og takk fyrir að bjóða mér hérna. Já, það var mikil og rík ástæða til þess. Þetta eru greinar sem að hafa eðli máls samkvæmt vakið mikla athygli og þær draga upp dálítið, leyfi ég mér að segja, ískyggilega mynd. En mér langar kannski áður en við förum á dýptina varðandi greinarnar sjálfar, eða spyrja þig aðeins út í sjálfan þig. Þú ert læknir að mennt en þú ert líka viðskiptafræðingur og þú starfar á vettvangi Háskóla Íslands. Já, það hérna, ég er sérst lektor við læknadeild Háskóla Íslands og svona hlutaði að ég svona velt mikið fyrir með þessum lífeyrismálum og örorkukerfinu er að ég var í stjórn Almenna lífeyrissjóðsins í 10 ár og þar á 2 ár stjórnarformaður. Þannig ég þekki þessi mál ágætlega. Þú kafað ofan í lífeyriskerfi eða þann frumskóg sem það kerfi er? Já, þetta er afskaplega flókið kerfi og svona erfitt að átta sig vel á því. Mikilvægt kerfi og við Íslendingar höfum verið stolt af því hvernig við náðum að byggja upp þessa sameiginlegu sjóði og þetta er síðan í samspili við almannatryggingarnar sem að þú gerir að umtalsefni núna. Hvað er það sem að rekur þig til þess að fjalla þessi mál? Kannski að segja eitt fyrst hérna, þessi gagnrýni mín á kerfið er svona afmörkuðum þáttum í kerfinu. Það er helmingur þeirra sem að þiggja örorkulífeyri fá ekki neinar bætur frá lífeyrissjóðunum og hafa enga vinnugetu og þeir eru oft með bara mjög lágar tekjur. Þannig að gagnrýni mín snýr ekkert að þeim örorkubótum, þetta er meira svona að hlutanum sem þessi snertumörk við vinnumarkaðinn þegar fólk hefur einhverja vinnufærni eða mjög góða örorkutryggingu í lífeyrissjóði. Og við höfum byggt upp kerfi eins og virk starfsendurhæfingu og annað, það er sífellt verið að leita leiða til þess að koma í veg fyrir að fólk festist að bótum þar sem að fólk finni aftur kröftu sínu vinná, komist aftur til starf út á vinnumarkaðinn að hlutfallslega í heild. En þú ert að segja við okkur í þessum greinum að kerfið sé í raun og veru byggt upp þannig að það komi í veg fyrir að það drægi mjög úr líkum á því að fólk komist tilbaka til vinnu. Já, það er þannig að það eru oft ekki neinir fjárhagslegi hvatar til þess að snúa aftur til vinnu. Ég fór svona fyrst að spá almennilega í kerfinu núna í sumar. Þá rak ég augun í grein sem að Benedikt Jóhannesson, tryggingastarfræðingur, hafi skrifað frumvarp sem var að þá verið lagt fram víxlverkun bóta, þar að segja þar sem að bæði TR og lífeyrissjóðinni greiða bætur, að þá verður svona víxlverkun í skerðingum og það sem átt að gera var að banna lífeyrissjóðum að skerða sinn lífeyri út frá greiðslum TR. Og ég fór að skoða þetta og sá að Benedikt hafi bent á það að fólk geti orðið betur sett við að fara á örorku en að fara aftur til vinnu. Þannig að ég reiknaði þetta líka og svona tók dæmi einstaklingur sem var áður með 500.000 í laun og segjum að hann verði veikur, fer í endurhæfingu frá vinnumarkaði í nokkur ár, sjálfstrausti minnkar, það er erfitt að snúa aftur á vinnumarkað, viðkomandi kannski langar að fara á vinnumarkað en hefur kannski ekki alveg getun eða ekki alveg viss hvort hann geti það. Þessi einstaklingur, við það að fara á örorku, þá er ráðstöfunartekjur hækkað 150.000. Tökum svipað dæmi með eitthvað sem með 700.000 í laun, þá er ráðstöfunartekjurnar hækkað 75.000 og síðan það bil sömu laun einhverjum var með rúmlega 900.000. Þannig að mér fannst þetta ekkert alveg ganga upp og sá fyrir mér að kerfið yrði vandamál fyrir kerfið ef við myndum setja þetta svona upp. Þannig að ég ákvað að skrifa svona umsögn frumvarpið og svona sagði hvað mér fannst þetta. En
fekk engin svör í nefndarálitinu þegar var verið að fara yfir umsagninu fyrir frumvarpið. Þá var þetta ekkert rauninni tiltekið að svara því að þetta gæti orðið vandamál með þá sem voru með örorkutryggingu frá lífeyrissjóði. Menn litu bara framhjá því samkvæmt viðbrögðunum? Já, það var, ég veit ekki alveg af hverju það var en og þá fór ég að hugsa svona hvað á maður að gera, á maður að hætta bara og búin að segja það sem maður að hugsa eða á maður að skrifa meira og reyna að vekja athygli á þessu. Af því að það þannig að mig langar ekkert að gagnrýna örorkukerfið eða samtryggingakerfið okkar. Það ekkert þetta afskaplega mikilvægt kerfi fyrir okkur og það mikilvægt að ríki sátt það, en það líka mikilvægt að við getum talað það. Þannig ef það eitthvað að við getum bent á það, rættað og bættað, þannig að það ríki sátt kerfið. Eitt af því sem mjög viðkvæmt í umræðunni er þessi vingill á fjárhagslega hvata og þá viðkvæðið oft viðbragð til dæmis við greinu frá því að segja það leikur sér enginn að því að vera öryrki og þetta snýst ekki fjárhagslega hvata en það blasir við að ef þetta munar svona rosalega í ráðstöfunartekjum, ekki síst hjá fólki sem telst í raun lágtekjufólki í samfélaginu og í veikri stöðu, þá spilar þetta eðli málsins samkvæmt inn í. Já, það ekki spurning og svo þetta líka þetta, fólk svo segir, það leikur sér enginn að vera öryrki, það ekki verið að setja stefna að því, en svo gerist það bara, fólk verður veikt, sjálfstraustið verður minna og fólk kannski ekkert vissum að það geti þetta og það vel þekkt að ef fólk hefur enga fjárhagslega hvata til að snúa aftur, þá hefur það áhrif. Og þetta alveg þekkt vandamál í örorkukerfinu, það verið kvarta mikið undan því að þegar öryrkjar vinna og þá koma skerðingar og þá verður fólk ósátt við að fá ekki greitt og vinnu þá minna því að það fær ekki því örorkubæturnar skerðast á móti vinnunni. Og þetta eitthvað þekkt á vinnumarkaði líka, þar að segja að þú setur of háa skatta á umframtekjur eða hátekjur þá dregur þá líkum til þess að fólk leggja það á sig þegar það komið kannski með einhvern grunn sem það getur lifað af. Já, og þá þó fólk að fá eitthvað en minna en oft í kerfinu í dag eða í mörgum tilfellum að þá engin ávinningur. Nei. Og jafnvel ávinningur eða svona hærri tekjur við að vera örorku sem afar óhefnilegt. Hver eru það afdrif þessa máls í þinginu varðandi þessa víxlverkun? Þetta var semst lagt fram síðasta sumar og þá var þetta mál þó með veiðigjaldafrumvarpið, þannig að málið dagaði uppi og var ekki lagt fram aftur í haust. Þannig að það þessi skerðingarréttur lífeyrissjóðanna, hann enn til staðar? Hann enn til staðar og það sem að lífeyrissjóðinni gera, að þeir líta til þess hver voru laun fólks áður þegar þeir að ákvarða í rauninni upphæð örorkutryggingarnar. Þannig að til þess að fá þessa örorkutryggingu hjá lífeyrissjóði þá þarf fólk að verið í vinnumarkaði allavega í 3 af síðustu 4 árum áður en það veiktist. Þannig að það svona almenna reglan. Þannig að ef einhver var með, segjum 60.000 í laun og hann fær einhverja bætur frá Tryggingastofnun og jafnvel vinnur eitthvað líka með, að þá lítur lífeyrissjóðurinn á þessar heildartekjur og greiðslur frá lífeyrissjóðunum stilta þannig að þær fari ekki yfir 100% laun. Já. Þetta nýja hluta örorkukerfi sem að í grunninn ætlað að reyna að hvetja fólk til athafna, þannig að fólk hverfi ekki einhvern veginn alfarið út af vinnumarkaði og úr virkni. Þú gagnrýnir þetta og þú birtir í þessu sambandi mjög áhugaverða töflu. Þar ég að vísa í greinina úr Morgunblaðinu 20. febrúar síðastliðinn. Skulum varpa þeirri töflu hér upp á skjáinn og ég ætla að fá þig aðeins til þess að útskýra fyrir áhorfendum okkar hvað ertu að sýna okkur þarna? Já, þarna ég að tala um 35 ára einstakling og í rauninni að bera saman tekjur hans eftir því hvort að hann í vinnu eða öryrki í svona mismunandi félagslegum aðstæðum. Þannig að við tökum fyrst 35 ára einstaklingi í 100% vinnu, hann með atvinnutekjur 600.000
og síðan þegar búið að taka skatta þá verða ráðstöfunartekjurnar 462.000. Ef við tökum hérna svo dæmi það einstaklingur sem að verður veikur og fer í endurhæfingu og nær sér að hluta til, þannig að hann hefur starfsgetu að hluta til, það sem miðað við í örorkukerfinu að til þess að uppfylla skilmerki fyrir hluta örorku þá þarf einhver að hafa starfsgetu frá 26% upp í 50%. Ef starfsgeta í minni þá viðkomandi metin með örorku. Þannig að viðkomandi þarf að hafa hluta starfsgetu og getur unnið alltaf 50% starf. Og þarna ef við tökum eitthvað sem einstæður og með atvinnutekjur þá 300.000, hann í 50% starfi og hann fær greiðslu frá TR, bara samkvæmt reiknivél TR, svona tiltölulega einfalt að setja þessar forsendur inn í reiknivél TR. Það þá 413.000 og þegar maður reiknar þetta allt saman þá hækkar ráðstöfunartekjur 85.000. Síðan getur maður líka tekið bara fleiri dæmi, aðrar mismunandi félagslegar aðstæður. Þarna þriðja dæmi, einstæður hlutaöryrki með 2 börn. Þá bætist við barnalífeyri sem skattfrjáls og mæðra- og feðralaun. Þannig að þarna hækkar ráðstöfunartekjur 195.000 við að verða hlutaöryrki og svo síðasta dæmið þá þetta giftur hlutaöryrki með 2 börn og þá hækkar ráðstöfunartekjur 143.000. Þetta eins og sagði, þetta ágætis hugmynd að vera með hlutaörorkukerfi, þannig að fólk geti unnið að hluta og svona vonandi að fólk geti þá unnið meira og seinna komist út af vinnumarkaðnum og hætt á örorku. En svona vandamáli við það örorka í kerfinu í dag, hún varanleg, þannig að það ekkert farið fram á endurmat nema að sé einhverjar sérstakar aðstæður. Og svo þessir sterku fjárhagslegu hvatar til þess að haldast á örorkunni. Það er mjög erfitt að setja fólk einhvern veginn í þessa stöðu að það lækki verulega í launum við að fara í fulla vinnu. Í þessu dæmi einstaklingurinn sem í fullri vinnu, hann verst og langverst settur af þeim sem að þú tekur dæmið af? Já. En dæmið sem ég tók þarna, það miðaðist við einhvern með 600.000 en svona örorka, hún algengari hjá þeim sem með lægri laun, miðgildislaun árið 2024 voru 750.000, þannig að þetta aðeins undir því og miðgildislaun eflaust aðeins hærri í dag, ég bara ekki tölur hvað þið í dag. Þannig að ég held að þessi tala sé ekki langt frá bara veruleikann eins og þetta verður og ef maður hækkar aðeins tölun upp í 700.000 þá munar ennþá talsverðu en það ekki eins mikið. Nei. Kerfi eins og þetta, ef maður að tala hvata, rétta hvata, þyrfti kerfið ekki þá að vera þannig að sá sem í 100% vinnu sé aldrei verið settur. Menn getur kannski fært rök fyrir því menn getur verið jafnsettir eða eitthvað slíkt en hann má aldrei vera verðsettur. Já, ég held að maður ætti að líta á þetta þannig að almannatryggingar og örorkukerfið og örorkutryggingarnar líka frá lífeyrissjóði, það að miða að því að tryggja eitthvað ákveðið hlutfall að launum, kannski samt auðvitað með einhverju gólfi, að þetta getur aldrei farið neðan einhver ákveðin upphæð. Og svo hver þessi upphæð? Í dag hún oft 100% að vera að tryggja 100% laun. En þetta eitthvað sem maður getur bara velt upp á tala hann að vera 90%, á hann að vera 85%, á sá sem í vinnu að fá 10-15% hærri laun. En þetta svona bara samfélagslegt mat, hvernig við viljum hafa kerfið. Þannig að sjúkrasjóðirnir hjá stéttarfélögunum mjög gjarnan verið. Þar oft miðað við 80% af tekjum síðustu 3 eða 6 mánaða. Já. Einmitt af þessar ástæðu. Já. Þannig að þetta þarf í rauninni það bara að skoða hvernig við viljum hafa þetta og ég veit ekki alveg hvort að þetta kerfi eins og við höfum sett það upp núna hafi verið alveg úthugsað að þetta sé það sem að stjórnvöld og allir vilja hafa eða hvort þetta hafi bara þróast svona með tímanum. Í því sambandi hjó ég einmitt eftir setningu hér í grein nr. 2 sem þú birtir 27. febrúar breytingar sem urðu á kerfinu árið 2022 sem varðar örorkutryggingu og framreikning á
því hjá lífeyrissjóðunum, þar sem að kerfisbreytinga valda því að þessi örorkutrygging fer úr 56% í 72%. Það talsvert mikil breyting. Ef ég skil þig rétt að þá gerist þetta eiginlega bara sjálfu sér. Það er ekki einhver úthugsuð nálgun að gera þessar breytingar. Nei, ég fylgdist mjög vel með þessu máli. Hann aðdragandinn að þessu var að það var verið að hækka almennt lífeyrisgreiðslur úr 12% í 15,5%. Og þá fylgdi þetta hlutfall bara með að örorkutrygging lífeyrissjóðanna hækkaði sama hlutfall. Það er að segja iðgjaldagreiðslurnar af launum. Já, akkurat, iðgjaldagreiðslurnar af launum hækkuðu úr 12% í 15,5%. Og þá hækkaði örorkutryggingin sama hlutfall. Það var engin umræða þetta í samfélaginu eða í rauninni hjá löggjafanum. Þarna var ég í stjórn Almenna lífeyrissjóðsins og ég sendi inn í rauninni umsögn lögin. Þar sem ég var svona að benda á þetta geti orðið vandamál en svona fekk engin svör við því. Þú varst ekki kallað fyrir þingnefndina? Nei. Þó þú sért læknir og viðskiptafræðingur og hafir verið í framlínu lífeyrissjóðanna í öll þessi ár? Já, og óskaði eftir því en ég held að þetta hafi bara verið búið ákveð að gera þetta svona. Og hvað þýðir þetta á mannamáli þegar þessi breyting verður 56% í 72%? Já, það þýðir að það verður veruleg hækkun á örorkutryggingu lífeyrissjóðs. Þannig að til þess að fá þessa tryggingu þá þarf maður að hafa unnið í 3 eða 3 á síðustu 4 árum áður maður verður veikur og þetta tryggir þá núna 72% af launum. Þannig að ef maður tekur bara dæmi, einhver var með 1 milljón í laun að þá fær hann 72% af því eða svona það bil, þetta getur verið örlítið breytilegt á milli sjóða en það bil 720.000. Og þessi breyting veldur því að þeir sem að halda áfram að greiða inn í sjóðina, hinn raunverulegu eigendur að baki stofniðgjaldinu, þeir fá skertari rétt eftir því sem að fólki fjölgar inn í þessu kerfi með þennan 72% rétt að þá skerðast lífeyrisréttindi þess hóp sem að sannarlega er að greiða í sjóðina. Já, það er stór hluti af vandanum og svona eina ástæðan að ég fór líka á stað svona með að skoða þetta nánar á sínu tíma er að ég sá þetta að þetta tekið sama potti hjá lífeyrissjóðunum. Þetta er bara ein heildarfjárhæð sem að dreifist aðalega á ellilífeyrinn en að hluta til líka í örorkuna og ef einhver verður ungur öryrki þá byrjar hann strax að fá 72% af launum sem er þá það sem er almennt hann hefði fengið sem ellilífeyri. Og ef hann er búinn að borga lítið að fá ári í sjóðinn þá vantar náttúrulega verulega mikið upp á og þetta er þá tekið frá öðrum sjóðsfélögum og það leiðir til skerðingar á þeirra lífeyri. En ef viðkomandi verður, segjum öryrki bara þegar hann nálgast ellilífeyrisaldurinn þá kannski munar ekkert svo miklu. En ef einhver verður ungur og hefur lítið greitt þá þarf hinn að borga. Þú birtir aðra töflu með þessari grein. Við skulum varpa henni hérna upp og segðu okkur söguna sem að hún birtir okkur. Já, þarna erum við með einstakling, sem sagt 35 ára barnlausan einstakling í 100% vinnu. Hann er með atvinnutekjur þá 972.000 og eftir skatta þá er hann með ráðstöfunartekjur upp á 683.000. Þannig getum við tekið sama einstakling ef hann verður veikur, dettur af vinnumarkaði og það er svona spurningin að fara hvort hann getur komist í vinnu aftur eða hvort hann enda á örorku og þá er þetta að skoða hefur hann fjárhagslegan ávinning að því að fara í vinnu og svarið er nei, hann fær nákvæmlega sömu ráðstöfunartekjur. Þannig að Þetta er einstaklingur sem hefur þá að lágmarki unnið í 3 ára síðustu 4. Já, fyrir veikindin. Já. Og þannig að og þetta er það sama ef einstaklingurinn væri með 800.000 þá fengi hann líka tryggingaverndina 100%. Það er ekki eins og hann fái þá hærri ráðstöfunartekjur af því að lífeyrissjóðurinn hann horfir til viðmiðunar launar og passar upp á að viðkomandi sé ekki að fara yfir 100% laun. En tryggingaverndin hún er 100%? Hún er 100% upp að þessari upphæð. Já. Þannig að þegar einhverju komin svona vel yfir 1 milljón að þá fer tryggingaverndin að lækka. Að skerðast.
Eru þetta rangir hvatar líka að þínu mati? Já, þetta er nákvæmlega sama vandamál kemur upp þarna þegar við erum með einstakling sem hefur verið frá vinnumarkaði í nokkur ár og er ekkert viss hvort hann sé tilbúin eða hvort hann geti þetta, að þá er mjög óheppilegt að kerfið sé þannig að hann fái engan auka pening fyrir að fara að vinna og þetta er ekki gott fyrir fólk. Rannsóknir sýna það eða svona verið gera rannsóknir hérna í Norður-Evrópu sem sýna það að fólk sem að fer aftur á vinnumarkað eftir veikindi, heilsa þeirra verður betri, sjálfstraustið meira, því líður betur og þetta er bara minni hætta á einangrun. Meiri lífsgæði. Meiri lífsgæði. Þannig að við eigum að beina fólki að því og hafa hvatana þannig að fólk fari frekar í vinnu ef það getur. Er þetta kerfi sjálfbært? Nú varst þú inn í stjórn lífeyrissjóðs og varst að velta fyrir þessu réttindum og menn eru að horfa þar 40, 50, 60 ár fram í tíman. Ef áfram heldur sem horfir og með þessum breytingum sem að menn eru nú að boða varðandi tengingu við launavísitölu og annað, erum við að búa til einhverja vítisvél úr þessu? Sko, örorka hefur verið örorku- og endurhæfingargreiðslur að það verið mikil aukning í þeim á undanförnum árum. Ólafur Guðmundsson, tryggingaryfirlæknir og félagið birtu grein í Læknablaðinu núna í febrúar sem að sýndu að örorku- og endurhæfingargreiðslur að það verið 50% aukning frá 2000. Þannig að veruleg aukning á greiðslum og samt, þetta segir samt ekki alla söguna. Þetta er 9,4% algengið hér á Íslandi, en ef maður skoða bara Íslendinga, þá var algengi endurhæfingar og örorkugreiðslna 12%. Talsvert meira og það sem að skýri þetta er að við hefum fengið gríðarlegan fjölda af erlendu vinnuafli að vinna hérna, að þeir sem eru að koma hérna frá Evrópu, að það er nánast engin á örorku- og endurhæfingargreiðslum fyrstu 5 árin, held að sé 0,5% eitthvað slíkt. Hörkuduglegt fólk. Hörkuduglegt fólk. Þannig að þetta þynnir út örorkuna hjá Íslendingum. Það er að segja að það er að koma 20.000 að þá er þetta bara minnkar örorkuna í samfélaginu. Það léttir á kerfinu? Léttir á kerfinu, maður getur sagt það sko, en maður veit ekkert hversu svona sjálfbært það er að vera alltaf, vera að fá útlendinga til að koma að vinna og svo er það líka þannig að með tímanum að þá eykst örorkutíðni á þessum hópi. Þannig að það er bara verið svo mikil breyting á síðustu árum, þannig að þess vegna sjáum við töluna 9,4% en Íslendingar 12%. En það er dulin örorka eiginlega í tölunum? Já, þannig að þetta ef maður svona kafar ofan í tölunar að þá er staðan verri. Ef við lendum núna í einhverju ástandi þar sem er mikið einhver samdráttur og eitthvað atvinnuleysi og einhverju snúa aftur til síns heima að þá hækkar örorka. Já, atvinnuleysið kom í 7,3%, hvorki meira minna, næstu tölum. Akkurat. Það er stórmál. Já, og þá getur maður spurt sig til lengri tíma hversu sjálfbært þetta er. Og vandamáli með svona kerfi, allar þessar breytingar, gerast á mjög löngum tíma. Þetta er kerfi mun ekkert blása út á 1 eða 2 árum. Við erum að tala 10 ár eða meira og þá er vandamáli, hvað ætlar maður að gera þá? Ef það verður mikil fjölgun og það er mjög erfitt að taka bara eðlilega að skerða réttindi, það eru mjög erfiðar ákvarðanir og mjög erfitt að gera. Það er miklu auðveldara að bæta við réttindum heldur en að skerða þau. Já, og þeir sem að bæta við þau er ekki endilega þeir sem að þurfa að standa skil á kostnaðinum eins og þú nefnir að því að kerfið blæs út hægar heldur en kannski á 1 eða 2 kjörtímabilum. Já, akkurat. Þarna þarf þetta mjög mikla langtíma hugsun og svo hefur maður þá þetta áhyggjur aðeins af ellilífeyrinum ef þetta blæs út að þá getur hann eitthvað minnkað líka. Já. Eitt sem að mér langar til að nefna þessu tengt, þú nefndi það svona í framhjáhlaupi hér áðan að örorka er varanleg, það er ekki farið fram að endurmat. Sú breyting var gerð fyrir allnokkrum árum síðan, menn þurfti að fara í endurmat á nokkur ára fresti, þá var oft ekki dæmið af manninu sem hafði mist hönd eða fót og menn sögðu akkur þarf ég að fara í endurmat, fóturinn er ekki vaksin á mig aftur, en margt
margs konar veikindi í samfélaginu í dag eru veikindi sem hægt að vinna bug á og komast yfir og annað í þeim dúr. Er ekki stór skrítið að við búum við kerfi þar sem fólk fær ævilöng réttindi vegna veikinda sem að mögulega daga upp eða að fólk læknast af? Já, þetta er ágætt spurning sko. Ég veit ekki hvað það verður oft sem að það verður farið fram á endurmat. Þetta er svona bara orða svona, kerfið er nýtt og þetta hefur aðeins breyst hérna, eins og segir hérna með veikindin. Að nú er það þannig að 2/3 af greiningum í örorku- og endurhæfingarvottorðum eru veikindi af geðrænum toga. Og svo næst á eftir koma svona stóðkerfisverkir. Þannig að ég skoðaði rannsókn sem að Ólafur Guðmundsson og félagi birtu 2021 að þá var það nær 45% af geðrænum toga. Þannig að þetta hefur orðið svona aðeins aukning þar. Það var það þitt sérsvið, þú ert geðlæknir? Jú, akkurat. Og þannig erum við að tala um greiningar eins og kvíða, þunglindi, ADHD, einhverfu. Sem hefur verið aukning í, ég held að hafi ekki verið aukning í þessum svona þyngstu og alvarlegustu sjúkdómum, geðklofa, geðhvörfum, það hefur haldist stabílt. Þannig að jú, það er auðvitað oft hægt að meðhöndla þessa sjúkdóma. Þannig að en ég veit ekki alveg hvernig þetta þróast með endurmatið og hvernig það á að vera. Ég held að það hafi líka verið einhverju leyti til að létta á kerfinu, að vinnunni við endurmatið og eflaust í einhverju tilfellum þá var það óþarfi. Já. Það er full þörf á þessar umræðu og að því að þessi kerfi varð okkur öll og við viljum hafa sterkt kerfi þessu tagi, þetta séu allir sammála um það. Hvet þig, Oddur, til þess að halda þessum skrifum áfram því að við sem að horfum á þetta sem leikmenn með takmarkað innsýn inn í þetta, við höfum mjög gott að því að fá þetta útskýrt svona mannamáli. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Bara takk kærlega fyrir að bjóða mér. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Við þakkum ykkur fyrir samfylgdina. Áður en við ljúkum för að þessu sinni. Vil ég þó minna á bókaklúbb spursmála sem að stendur á tímamótum að mánuði linnum. Þá verðum við búin að vera með hann í gangi í 1 ár við gríðarlega góðar viðtökur. Núna í marsmánuði ætlum við að taka fyrir stórmerkilega bók eftir fjölfræðinginn Sumarliða R. Ísleifsson. Það er bók sem nefnist Í fjarska norðursins og fjallar viðhorfssögu til Íslands og Grænlands í 1000 ár. Við höfum verið að fjalla Grænland í bók Vals Gunnarssonar, Grænland og fólkið sem hvarf og ég ætla að leyfa mér að kalla þetta svona framhaldsmelódíu þessi mál. Hvet ykkur til að verða ykkur út úr þessa bók á góðu tilboðsverði í Pennanum. Hún er hverrar krónu virði og hver einasta síða uppfylla mjög áhugaverðum fróðleik. Við munum taka hana til umfjöllunar hér á okkar vettvangi og ég hvet ykkur til að fylgjast með á vettvangi Moggans og að skrá ykkur í bókaklúbbinn. Það getið þið gert á heimasíðu spursmála á mbl.is sem er langstærsti og öflugasti og útbreiddasti miðill Íslands. Góða helgi.